Hörður, velkomin aftur. Takk kærlega fyrir að koma aftur. Takk fyrir að fá mig. Við tókum síðast Predator-myndirnar og ég ætla í daginn að taka upp með þér og Snorra Alien vs. Predator og Prometheus og Alien Covenant. En mér fannst gaman að taka eitthvað svona eitt á undan. Já. Og ég hugsaði mér, það væri gaman að taka Scarface og Carlitos Way. Og þú varst meira til í það. Og þú horfðir á þar aftur fyrir podcastið, allavega Scarface. Þú segist kunna utan að Carlitos Way. Já, ég vona ég lendi ekki í því, en þú veist þannig já. Það kemur aftur að þér. Kannar já. Hún var ekki neitt. Bara eitthvað, já, var ekki Pacino í henni líka? En þú horfðir aftur á Scarface? Já. Svolítið síðan ég sá hana, það alveg komið nokkur ár. Og ég verð að viðurkenna það, ég tók með mér núna, ég að herma til þér. Okay. Ég tók með mér svona blað með nokkrum punktum. Ég ætla ekki að vera að lesa það allan þáttinn, en ég get svona litið á það, við og við. Þú gerði hann bara síðast, þú tókst með bók. Aftur núna. Og tókst aftur núna, þetta fræga bókin. Og það kom alveg vel út. Þannig ég ætla að nota punktanum í dag, í þessu þætti, prófa það. En hvernig fannst það að horfa á Scarface aftur? Bara mjög gaman. Þetta náttúrulega bara mynd sem mér finnst eldast ótrúlega vel. Og ég var hugsaði strax þegar hún var búin að ef þessi myndir búin til í dag þá hún hörmuleg. Já, þú hugsaði það? Já. Að hvað leiti? Bara, það mætti ekki segja allt sem sagt í henni. Hún miklu meira clean. Það sem svolítið svona sjarmið við þessa myndir hvað hún rugged. Hún bara, þú veist, svolítið greiny. Hún ekkert eitthvað æðislega vel lýst, skilurðu. Hún bara svolítið svona hún bara ógeðslega flott. Já, og sýnir hann tíma ógeðslega vel, held ég. Já. Ekki það ég að vera það með eitthvað, en ég mér bara, ég fæ tilfinningar eins og þeirra bara nelt ástandið, nelt bara feelingin. Sko. Ég sammála, alveg sammála. Og ég taka það líka fram að við munum spoila þessum myndum, en mér mjög líklega þeir sem að horfa að hlusta á þetta podcast, þeir sem búin að sjá þessum myndir. Ég veit ekki að neitt hlusta á þetta sem ekki frá Scarface. Hver ekki múið svo Scarface? En já, það alveg eftir. Ég svolítið sammálaður, hún grófa vissuleiti og ég hugsaði mér, það með eitt punktur hjá mér sem ég skrifaði niður, að ég hugsa að Tony Montana myndi ekki lifa af Me Too hreyfinguna. Nei. Þannig hann svona hann eiginlega bara nauðgari. Já, bara óbyrðisvótti. Þetta bara, þú veist, samt hann andhetjan í myndinni. Já, þannig bara, þú veist, hann en eins og með þegar hann reynir að kissa Michelle Pfeiffer hann í bílnum, alveg hann bara stekkur á hana. Einmitt. Það kannski ekki mjög vinsæll í dag. Með konur líka mjög hlutgerðar þarna, sko. Bara, þú veist, þær eru allar í bikini og bara, þú veist. Einmitt. Þetta snýst svolítið líka bara Tony Montana, en mér finnst þetta alveg truflumynd. Þetta er truflumynd. Ég elska hana. Algjörlega. Og ég dyrka alla leikarana í henni. Ég held að geti sagt það bara nokkuð safe. Það enginn þarna sem ég hugsa það geta fundið betra leikara. Nei. Mér finnst allir bara kastið hvernig þeir leika og svona. Já. Mér finnst það geðvægt. Já, ég sammála. Mér finnst allir ógeðslega góðir. En það líka bara í þessari mynd, þú ert með Pacino í svakastuði. Megastuði. Já, ég persónulega af öllum þessum Pacino hlutverkum, þá held ég á svona 2 uppáhalds Pacino hlutverk. Og það Scarface, þess að Tony Montana í Scarface, og Michael Corleone í Godfather. Það svona mínu uppáhalds Pacino hlutverk. En það erfitt að toppa Tony Montana, af því að hann bara svo mikið svona tour de force í þessari mynd. Algjörlega. Hann minnir mig á pínu Heath Ledger í Dark Knight. Það svona með eitthvað svona leikara og hann verður bara eitthvað starra en satt hlutverki. Og ég vil samt meina það, þó þú takir Pacino úr Scarface, þá þetta samt alveg góð mynd. Það svo margt annað í henni sem heldur flott. En ég alltaf því að horfa á þessu mynd, ég bara alltaf, vá, hvað hann ógeðslega góður í þessari mynd. Líka ungur. Já, hvað alls er gamall? Ég tjekka ekki á því. Þetta 83. Hann 70 og einhvað í dag. 76 ári í dag. Þú veist. Já, þannig að hann hefur verið í 30 og eitthvað. Já. Hann á 40-saldrinum. Þú veist. Sem mjög ungt fyrir svona stórt hlutverk. Já. Og þegar hann að leika í henni, þá er hann búin að leika svo mikið af kanóna myndum. Já, einmitt. Og það er líka svo gaman að sjá að því að Tony Montana svo allt öðru í sig karakter en Michael Corleone úr Godfather. Michael Corleone meira svona, hann meira cool á því, smooth. Að læra tökin. Já, hann ekki svaklega hávær, en Tony Montana andstæð við það.
hann bara balls. Já. Hann bara, you gotta have balls, og hann með balls, og hann allan tíman meirist að hann hittir Ómar, þarna í fyrsta skiptið, í svundunni, og hann bara fokkaður, bara nýkominn, hann svo harður, og bara, það svo gaman að fylgjast með honum, svo gaman að sjá hvað hann kaldur. Já. Þú veist, hann horfir bara, þetta er klúburinn sem ég ætlaði ná. Ég ætlaði að vera á svona stað bara. Já, og hann má eiga það, Tony Montana, þó þessi glæpamaður og psykopath og morðingi og allt það, þá hann allavega með mjög gott sjálfströst. Ja, heldur betur. Hann bara trúir svo mikið á sjálfa sig. Og hann segir bara, ég ætla bara að meika það. Ég ætla ekki að vera hérna á okkur, mann ekki að vinna okkur svona eins og eitthvað svona tacostaði. Já, eitthvað svona tacostaði. Kúbverska samlokur og eitthvað. Það var eitthvað svona dishwasher bara þar. Já. Hann sagði bara, þetta er ekkert, hann með metnað. Ég ætla ekki að vera hér. Segðu hendurnar mér. Þessar hendur eru ekki að vinna svona verk. Nákvæmlega. Og það var svo geggjað þegar hann hittir einmitt, það var Ómar, þannig hittir hann í bílunum. Og hann lendur næstu bara fætu hann. Hann líka segir næstu í öllum karakterum í þessari mynd, bara að fokka sér. Og ef einhver segir fuck you við Tony Montana, ég veit ekki hvort þú veist eftir þessu, hann brjálaður. Þá segir Tony Montana en þá harðara, fuck you á móti. Það var líka að ég var að lasa eitthvað staðar að þetta væri, ég skrifaði þetta niður 207 sinnum sem hann sagði fuck í myndinni. Það var á sínum tíma með þannig til að Goodfellas kom með eitthvað. Já, ég held mér að ég sá daginn að metið fyrir mest notu fuck í bíómynd er Jonah Hill í Wolf of Wall Street. Wow. Hún líka 3 tímar. Já. En ég þarf að horfa aftur á hann. En hvað er það að segja fuck bara á annar hverju mínútu? Já, af því að ef þú ætlar að toppa Tony Montana, hvað er það, 207 sem sagt fuck? 207, já. Hann á 180. Klárlega, sko. Ég held að ég að lesa ekstar, hann á 180. Er það? Já, ég held ég að lesa. Já, hann bara að segja það helvíti oft. En mér finnst það svo gaman við hennar karakter, er að ef maður reyna að sjá það góða í fólki, að ég get allavega að dáðsta því að hann trúði á sjálfan sig, hann hafði draum, hann átti draum og hann ætlaði bara að gera, ok, ég er kannski ekki hlindu því að gera hvað sem er, hann var bara að myrða fólk hægri vinstri, en þú skilir hvað við, það er svona, það er smá aðdáðanvert við hann. Einmitt, og hann var líka sko nýkomin frá Kúbu, nýkomin úr sem fangabúðum hana, hittir Ómar, hann ætlaði að bjóða hann $500 jobb fyrir að fara með eitthvað bát fullan af marihuana og við þess að finna aðtrið, því Tony Montana segir bara hei, þú veist alveg verðið fyrir að fara með bát er $1,000 eins og hann veit einhvað það er bara hann bara balls deep að rífa kjaft og þá segir Ómar hei, bara eiginlega fokka þér og þá brjálast það er mjög stuttum þráðan í Tony Montana þú kennst ekki langt með hann sko, með eitthvað svona kjaftaði en ég bara elska að horfa á Al Pacino í þessari mynd rífandi kjaft í 3 tíma. Og líka munnsipuna, hann með hann munnsip allan tíman. Já, við veit. Og hreimunans, að hann leikur svona, hann á að vera Cuban, einhver refugee. Ég elska hann í þessu hlutverki. Og ég gerði henni svona upp á djóki að því ég er svo mikið nörd, þá postaði ég á Facebook síðan minni, eitthvað svona, ég held að það eru top 10 eða top 20 svona hörðustu gaurar ever í bíómyndum. Og Tony Montana kemst klárlega á þann lista. Það eru fáir sem jafn harður á hann. Líka alla myndina. Hann sýnir alveg ekki Bilbo á sér alla myndina. Hann er bara í 2 klukkutíma og 47 mínútur sem þessu myndir. Þá sýnir hann ekki veikleikamerki. Alla myndina. En mér fannst eitt atriðinu, við munum fara svona alveg fram og tilbaka, sem allir líka verið. Er eitt atrið sem ég veist æðislegt í þessari mynd. Og það er kannski ekki þetta, það er ekki say hello to my little friend, eitthvað, þó það sé geggja líka. En það er atrið að veitum mömmu sinnar. Já. Og hittir systur sinna aftur og mér var svolítið magnað að horfa Pacino í þessu atriði og líka reynda það eru líka alveg góðar í en þú veit með hana svaka nagla hann getur mömmu sinnar, við erum búin að sjá hana heil lengi að þráttur hann sé svo mikið balls og hann svo hörokkur þá var hann ekki nægilega hörokkur að koma til mömmu sinnar áður en að meika það skilur mig, hann kemur eitthvað í einhver svaka fötum og hann segir einu minnum upp á setningum here's $1,000 og bara rétti svona búnt yfir borðið og mamma náttúrulega að vera voðaði presta þessu að því Tony tengi bara við að eiga pening sem að vera mjög successful og mér var svolítið töff atrið það er svona sýnir að hann er rosa kjarkaður en samt ekki fattar mig það er ekki samanlega því? Jú, mér finnst líka áhugavert bara að sýna hvað það byggu bara það er bara hús lengst frá Miami og þetta var ekki flott. Nei, þetta var sikur útkverfi bara í Miami. Já, einmitt. Og þetta sýndi sig líka svolítið svona eins og hvernig myndin er búin til. Ef þú myndir sjá þetta í svona nútíma bíómynd, þá
þá myndir sjá allt svona gett flott upplýst og allt svona hverfið og svona eitthvað dróna skotið hverfið eða eitthvað en það var bara ein myndavél sem sýndi bara húsið og eina sem lýst upp húsið var ljósið framan á húsinu svo þetta bara svona hún óslega röstik þessi mynd svolítið grófgerð hún ekkit fullkomin á neitt hátt í framleiðsluna eða neitt hún bara svona hún næra að fanga samt tilfinninguna algjörlega og mér finnst samt sniðið að þeir hafa þetta þannig að það sem að hún býr mamman og systirinn það ég vil ekki segja slömm en það ekkert eitthvað flott staður en ég skal lofa því að það hamingjusamur hann þú veist ekki eins og systir hans hún ætlaði að fara í skóla og hún virtist alveg vera mjög happy og svo gefur hann með eitthvað svaka búnt og eitthvað þykist eitthvað vokall og mér varst mamma svolítið töff í sattir líka hún segir bara þú verður ekki að sjá þig þetta ég held ég einhver ár og hann segir eitthvað, já, ég vildi ekkert koma fyrir ég var búin að meika það og eitthvað. Og svo segir systir hans, ég að fara í skóla, ég að fara að læra, hún var að fara að læra eitthvað, maður ekki, hvað var? Snyrtifræðingi. Og þá segir bara Tony, já, það bara búið í dag. Mér er svo gaman að horfa á hvernig þessi karakter horfir á það að vera hamingjusamur. Fór hans að pæla í þessu, því voru að horfa þessa mynd. Þú hættir að vinna í smiðinni, þú hættir í skólanum, bara á. Já, það bara hættir núna. Og því hann er svo ógeðslega stjórnsamur og það kemur ekki ljós meira í myndinni. Þegar systir hans verið eitthvað að djamma og svona, hún má bara ekki gera neitt nema hans samþykkja. Bara andlegt ofbeldi að hæstu gráðu. En mér varst það svo flott í atriði að því mér finnst honum að tala svo töff en svo hann samt svo glataður. Hann náttúrulega bugandi minnumáttakend. Hann að bugast að minnumáttakend. Hann minnin allir hinnir. Já, einmitt. Og út af henni minni allir hinnir þá hann að harðar hann allir hinnir. Þú veist, og það má ekkit, hann má ekkit sína henni veikleika. Ekki henni sem er besta vinsin, Nei. Nákvæmlega. Það bara má aldrei vera veikleikamerki. Og mér finnst líka ógeðslega töff atrið með keðjusjöna. Af því mér finnst myndin svona virkilega byrja þegar það atrið búið. Það kemur eitthvað snemma. Það kemur snemma. Mér myndi að það kom miklu setna í myndina. Já, setna í myndinni. Það kemur eitthvað snemma. En mér var svona myndin, það sem hún byrjar, þá hann í yfirheyslunni hann komist inn í landið og eitthvað. Svo fyrir henni í eitthvað svona ekki fangabúður en svona eitthvað svona detention camp svona já, eitthvað detention camp eitthvað, hann ekki alveg komin inn sem löggildur borgari og það svo sem allt í lagi en mér finnst það leiðalegt partur af myndinni en svo þegar keðjusadrið það geðið þegar það búið þá finnst mér myndin fara að rúlla á stað almennilega og mér finnst það vera bara skemmtilega alveg frá þeim punkti alveg glendar en eins og í því atrið það sem ég fílaði við Tony í því atrið hann svo mikið kjaft en hann hættir ekki að segja fokka þér þó þessi keðjusög í gangi sentimeter frá hann og var að drepa vinans var að drepa vinans, ógeðslega en hann segja hann bara gæðinum að fokka sér ég fílaði það smá hann er sannur sjálfum sér algjörlega hann breytist ekki í eitthvað aumingi eitthvað fyrir ekki, ég er hættur eitthvað svona hann bara reif kjaft allan tíman í þess að 3 klukkutíma sem myndin er algjörlega og bara þú veist sýnir alveg svona að þú veist að hann getur verið afbrýðsamur, hann getur orðið lítill í sér og hann getur, þú veist, fundist að vera svikinn og svona, veist, og sýnir alla svona karakterenginni af svona manni sem verið að bugast að minnumáttakend. Já, algjörlega. Hann er samt líka að komast eitthvað stað til að losna við minnumáttakendina. Hann er að reyna að komast á eitthvað stað þar sem hann getur verið stjórinn. Hann er bossinn, skilur. Hann nóga peningum, þarf aldrei að byggja neitt, skilur, þú veist. Og svo þegar hann kemst á þann stað, þá er hann ekki tammingsamur. Já, einmitt. Og eins og með hann, með svona gæja, sem eru svona svakalega harður af því að græða pening, vera stærsti gæin og eitthvað svona, hvað sagði dóbransin eða eitthvað annað. Það er því fyrst hann aldrei neitt nóg fyrir þess að gauðra. Eins og fyrir Tony, hann átti bara milljónir og allt, hann var samt ekki sáttur. Og það er flott atrið þegar hann er handtekinn, þegar að telja peningana, einhverju $1,500. Hann bara, telum þetta upp á nýtt. Það var eitthvað svona skekkja. Og Gaurinn ætlaði að gefa hann það. Ég skal gefa þér það. Gaurinn bara, veist það, ég nennu sér ekki, þú múið breyga þess að $1,500. En hann var að hugsa hverju einustu krónu. Hann bara, þetta var hans draumur, verða milljónmæringur, en svo fekk hann það, en það var ekki nóg. Sem verður honum, það sem verður honum að falla í þessari mynd, er líka bara ákveðin hroki. Þetta var rosa mikið, það er enginn sem getur snert mig og enginn þorir að gera mig. En það er alltaf einhver sem er stærri en þú. Það er alltaf einhver sem er sterkar en þú. Það er alltaf einhver sem að þorir að fara lengri við línuna en þú. Þannig að mér finnst þetta gana að sjá það, svona, hvernig myndin þróaðist þessi karakter. Alveg svo eitt af mínum uppáhaldsatriðum í myndinni, það er þegar hann drepur Frank. Þannig að það er geggjað. Það er bara, mér finnst það svo flott atriði út af því að það hefur líka verið referensað í svona hip-hop lögum og svona,
svona Já, það aðri Hasa, picked up and fly straight þú veist svona Já það er alveg verið referensa í svona mikið að hip-hop og það er svo líka komum kannski að því líka setna hvað þessi mynd er búin að vera instrumental í bara hvað hann er búin að inspæra mikið sko. Bara þú veist, í tónlist í bíómyndum og í tölvuleikjum GTA Vice City er eða bara Scarface og ég meina þú veist, marga bíómyndir sem ég hugsa bara hefur aldrei orðið til eða hefur ekki orðið fyrir sko og þessi mynd var ógeðslega vinsæl og er ennþá ógeðslega vinsæl og hann er, þú veist, þessi karakter er svona íkon algjört íkon fyrir svona gangsta thugs, gaura skilur Hvað heldur sé svona við Tony Montana sem er svona vinsælt eða þykir töff eða heldur sé eitthvað bara, þú veist, að svona bara kjaftur gaur sem getur verið svona harður einmitt ég held að það sé bara svona fyrir svona gaura litla gaura sem eru svona í einhverjum glæpum eitthvað þú veist, þegar þeir sjá Tony Montana það bara, ég held að það er Tony Montana þetta er idolum mitt sum myndi hugsa þessu mynd sem forward eða eitthvað skilur en svo hugsa sum bara, wow, þetta er in America, first you get the money, then you get the power, then you get the women. Veistu hvað svo finnir hvernig hann hugsar það eins og hún tala um hann myndi kannski ekki gangi í dag fyrir honum er bara hann næstir þessi allt bara hlutir peningur, völd og svo bara kona tígristýrið hann var alltaf í ykkur svona svo líka eins og þegar hann kynnist henni fyrst Michelle Pfeiffer kartunum Elvira sem mjög sérstundan Elvira, þegar hann kynnist henni hann bara sér hana hann bara, ég verð bara að eignast það það er sem hann hugsaði, ég veist það líka mjög áhvert hann er ekki að hugsa vá, ég er svolítið skotin í hessari, hann er gana að kynnast henni hann hugsaði það ekki, hann bara hugsaði hvernig get ég eignast snýst allt status, svo fyrir hann að sækja hana dreipa Frank og fyrir að sækja hana hvað þú pakkaði dótunum niður nú er spáð með mér ekki, viltu koma með mér? Nei, pakkaði dótunum niður og bara ógeðslegt samband ógeðslegt en ég ætla að tala aðeins líka um atriði þegar Frank er dreipin það er eitt sem er líka mjög töff í því atriði þegar Frank er eitthvað á hnjánum hann til dæmis fer að grenja eitthvað bara ekki drepa mig og fyrirgeðu og gemur hann séns hann missir aðeins kúlið þar Frank og hann segir eitthvað please don't kill me og þá segir Tony eitthvað I'm gonna kill you svo horfður hann á vinsinn Manolo shoot that piece of shit þetta er ekki setning þannig að kallar hann cockroach cockroach og mér finnst þess að segja alltaf cockroach ekki cockroach, cockroach já, það er mjög töff að þeirri svo þegar þau drepa líka lögguna ég elska þannig þar því ég hata spilta löggur með að hann leikaði samt svo ógeðslega vel hann var svo góð spilt lögga sko. mjög góður I told him not to fuck with you og hann líka segir í löggin þó að sé bara í lífsættu hann má eiga það hann segir bara fuck you við Tony eins og hann er drepinn en það er líka flott með lífverðin hann stendur bara einn það er smá svona komist aðri do you want a job? hann bara, ég mæti bara morgun hann er líka Ernie Ernie og hann var svona góðlegur og svona góðlegur og svona fínn náðan og hann virkaði líka svolítið mikið svona ég sá fyrir mér að hann fyrir bara heim til konu sinnar og konu spyr bara hvernig það er einn Tony Montana rugglis ég sá í damaður hann virkaði eitthvað svona eðlulegur Tony algjörlega rugglaður hann var líka svona ég hugsaði þegar að Tony var þarna hjæltum með Elvíru á klúbnum og hann, Ernie, leitaði út frá að stór náungi, sko. Hann stóð bara svona hjá og gerði ekki neitt. Hann bara, og hann var ekki bara ekki að vilja að fokkaði Tony. Bara það nenni sem gaur ekki, sko. Hann er bara svo, hann er svo mikið attitude, sko. Já, það er málið. Það er ekkert gana að vera eitthvað vinu svona gæja. Nei, eða var á mótunum. Já, það gengur ekkert upp. Hann er bara þannig gaur. En já, bara orkan í Pacino. Ég alveg tala, ég á bara ekki til orð. Hann er bara nokkur ári jafnast eftir þetta hlutverk. Já. Það er bara keyrt sig alveg út í þessari mynd, sko. Og ég held líka, mér finnst ég að lesa ekstra á netinu eða sé viðtölan, þar sem hann talar að Tony Montana sé svona, ef það er ekki uppáhaldshlutur ekki hans, þá er svona eitt af hans uppáhaldshlutur. Mér finnst það alveg skilningur sem því gegn, það lítur ógeðslega gana að leika hann. Hann er búin að leika svo mikið á episkum hlutur. Svo Godfather, þú veist. Já, einmitt. Þannig að Dog Day, hérna. Dog Day Afternoon, Serpico, risa myndir, skilur, sem að allar, þú veist, geðið bara geggjaða myndir, þú veist, og svo þessi mynd, út af, þú veist, í sjálfu sér, þá er þetta ógeðslega einföld mynd. Þetta er ekkert flókin mynd, hún er bara mjög einföld. En mjög vel skrifið. En hún gerir það, já, hún er mjög vel skrifið. Og ég ætla að játa eitt núna. Ég var annarkvort vissið það ekki, eða var búin að gleyma því, að Oliver Stone hefði skrifað screenplay. Já, hvað sem að gleyma því? Ég bara veit ekki alveg hvort ég hef bara einhvern tímann áttum á því, sko. Ég er alveg hreinskilinn. Já,
ég var meðvitaður það að hann hefði skrifað hana að ég tengi líka alltaf við að hann var út úr kókaði þegar hann var að gera hana að hann var bara á kókaðinni alla daga þegar hann skrifaði þessa mynd en hún er líka bara hrikalega vel skrifuð að því til að hún er full af mjög góðum atriðum sem er bara rétt skrifuð uppbygging í þeim öllum eiginlega þetta er bara svo þegar hann fer í keðjusagar atriði þú finnur alveg strax sem áhorfandi ok, það er eitthvað að fara að gerast en það gerist ekki alveg strax þeir haldið spenntum og það er svona byggist hægt og hægt upp svo er eitthvað kona á rúminu, ok hún var bara svona, er hún saklaus geggjutýpa bara er hún saklaus, er hún með í þessu, hvað er í gangi svo alltaf tekur hann vélbyssu svo hún undir kottanum með eitthvað stærsta ljótæði sem ég síða sko. það er oft í þessum gömlu myndum það er svona rísa ljótæðin já, einmitt og líka svolítið fyndið að hugsa til þess að gæinn sem var með kókaini var með keðjusug í töskunum með kókainu ég sé bara fyrir mig þennan að pakka og hann bara kókaini og ég verði að taka með keðjusugna EF Bömmur að fara með hætti gennum hlutvöldum, hvað er þetta með keðjusugna, risastór. Og bara því að hann sér taska með kókaini og keðjusug, ég held að það er ekki neitt annað í henni. Þetta er svona drug dealers essentials, svona. Já, með svona don't leave home without it. 2 kíló kókaini og keðjusug. Og ég elskar að Pacino segir eitthvað Chichi geta ég-jó, hann kallar þetta ég-jó, mér finnst það bara svo töff. Já, geta ég-jó. Geta ég-jó. En eins og það er hrikalega spennandi. Það endar ekki samastað á byrjar, bara góð uppbygging og öll myndin er full fyrst mér af svona atriðu. Já. Bara ógeðslega góðum atriðu. Þannig að hann er á skemmtistanum, hann er held ég út úr kókaður eða fullur eða eitthvað, situr eitthvað eitt þarna, svo er eitthvað svona eins og ekki trúður beint, það er eitthvað svona gæi, eitthvað búning að skemmta. Þetta er eitthvað svona karakter, þetta er eitthvað svona ítalsku karakter, ég veit ekki alveg hvað þetta er. Þetta er eitthvað svona, ég hef síðan að karakter aður, þetta er eitthvað svona fræg og svona skemmtikraftur. Já, einmitt, sem var eitthvað svona svaka búning og eitthvað svona leirgrímu, svona fytubóli búning. Einmitt, og svo er þetta að drepa Tony. Það er bara Frank sem að reyna að láta drepa hann. Og það sem byggist upp líka. Það er eitthvað svona pínu komist, gæin í búning og eitthvað. Og svo bara gæin byrja bara með vélbyssur að skjóta hann, gæin, og reyna að drepa Tony. En Tony er að stúta þeim, með það mjög töffatri. Þannig að myndin er full af svona atriðum. Sem ég finnst vera merkjum skemmtilega og góða mynd. Að vera með vel útfærð og vel uppið atrið. Það er mjög margir sem finnst mér sem klikka á þessu. Já, hún er líka ekki að hanga á lengi í einhverjum atriðum. Nei. Svo þú veist að hver sena er frekar stutt. Já. Þó hún svo löngu sem mynd, þá er engin senar sem er eitthvað ógeðslega löngi sem mynd. Nei, og það er alltaf eitthvað að gerast í henni. Já. Hún er alltaf að fara áfram þessi mynd. Og ég elska það við hana. Hún er bara þó að þetta séu 3 tímar. Mér leittist aldrei. Nei, fyrst var þetta svolítið Kubu og Castro og svolítið verið að tala Kommunismann. Svo feitaði það bara svona alveg út. Þetta tók alveg við að verða, þú veist, stærsti dópsali í Bandaríkjunum. Já, einmitt. Allavega mjög stór. Já, mjög stór. Og mér fannst Sosa líka, ég þengi Sosa. Jú. Gæinn Alejandro Sosa, gæinn í Bólívíu. Mér fannst hann ógeðslega töff. Já. Og líka bara svo það atrið þegar þeir drepa Ómar. Já. Hengja ykkur þyrrlokk, þetta er alveg brútal. Brútal stöf, sko. Það er líka svona close-up af andlitanum. Já, og búið buffa greinlega alveg vel áður en hendur um þyrrlunni. Það var hrikalega spil. Mjög, bara, freka brútal atrið. Myndin öll freka svona brútal út af. Já, hún freka út af. En hún samt ekki með tilgangslausan, hún er ekki tilgangslaus í gorinu, sko. Nei. Það er alltaf, skilur við, með keðjusatriðið. Ég las svolítið um það væri svona að þeir eru þurft að klippa það svolítið til, sko, að það hefur verið eitthvað svona hangandi hendi og eitthvað svona, skilur, að þeir eru bara frekar á hvað klippa hann út í staðan fyrir hún er bara bönnuð, skilur, eða eitthvað. Já. Svo mér fannst það líka bara, ég er ekki vissum að það hjálpa henni til. Þetta atrið er bara ógeðslega flott. Þú veist, það er nóg að sjá bara Tony alveg í graut, þarna að vera að drepa vinans, blóða splatterast í andlitaðanum. Þetta er nóg. Þú þarft ekki meir, sko. Það er málið, þetta er alveg gróft, þú veist ekki sjá keðju svona fara inn í holdið. Þú ert bara svona, og þegar hann drepur hann líka, gaurinn sem er keðjusöguna, sko. Líka finnst mér alveg, þú veist, hleypur bara framan hann, segir bara, deyð, bara ekkert annað. Deyðu, skaut hann, náði bílinn, pekaði upp og fór. Maður bara... Hann blikkar ekki auga. Nei. Og líka þegar Ómar er drepinn, ef ég verið Tony, og ég verið á Sosa í Bólívíu, og ég hef séð hann einhvern félaga, samstarfsfélaga, bara drepinn á hann ógeðslega hátt. Ég hef alveg hugsað, ok, fuck, er
hann var að skjóta mig bara hann fyrir líka að hausinn spurja hann úti bara, hvernig veit ég að þú ert ekki uppljóstari og hvernig veit ég að Frank kann að reka, þú veist, glæpastarfsemi hvernig veit ég, fyrst hann með eitthvað informer í lögguna, og hann þurfti alveg þá kemur pungurinn aftur, sko. Hann þurfti svolítið að bjarga sig bara á pungnum, sko. Bara rífa kjaft aðeins og vera bara ógeðslega bara, þú veist með geðveik sjálfstraust bara, ég er bestur ég er maður sem þarf, bara, þú veist, ég ætlar að retta þessu hann segir bara, þú getur bara treyst mér treyst því sem ég segi, ég er ekki að fara að svíkja neitt og þú trúar hann alveg og svo gerir það líka, hann bara, ég er að fíla hann ég ætla að treysta honum og það var sem er heldur flott aðri svo líka eitt annað aðri sem mér finnst alltaf mjög skemmtilegt, svona fyndið þegar hann er í bakarinu sinu, ég held þessi bakar eða pottur eða eitthvað stóra, þannig að sundlu inn í herbyggjuna inn í og þetta er svona bara í miðjunni svona eitthvað svona sjónvarsamstæð inn í einhvern svona skáp, eitthvað geðið deitis og hann er í þessum potti eða bakar, skiptir ekki máli, það er eitthvað svona eða sundlaug og hann er bara svona einn þar og er bara svona með hendunar einhvern veginn hann er svo mikið maðurinn og hann er svona freyði bæði og hann er bara einhvern veginn að rífa kjaft við sjónvarpið menn í konunni svona og hún er eitthvað að reyna að tala með hann segir bara öllum einhvern veginn að fokka sér og hann ræður öllu og eitthvað svona og ég get ekki annað svona hlegið að Tony Montana hann er svo yktur, allt svo ykt hann er svo mikill karakter hann er aldrei off aldrei off hún segir eitthvað, hann segir, hvað sagðirðu? Hvað var hann að segja? Hvað sagðirðu? Það er svona heyrnadöður eitthvað en hann er bara, þú veist, að ítreka svona reyna, hann er svona að reyna að spúka hana áður og hún segir þetta aftur eða eitthvað, sko. Það er mjög fyndið og bara sjá einhvern veginn kallar hann að bubblehead you're a bubblehead og hún svo vitlaus og veit ekki neitt speilin og svo vitlaus og tekur bara kókain og hvernig heldur séu sambandi með þessu manni hörmulegt með einhverjum manni sem er að bugast og minnum áttu gænt, þú veist, sem einhver brjálaður overglæfmaður og svo sé maður ekki í myndinni þau kissast held ég aldrei almennilega, það er aldrei nein svona væntum þykja en eitt svo leiðis af því að hann líka bara Tony, hann kann það ekkert bara samband sem er byggt á 8 eða eitthvað bara, þú veist, hún var með Frank út af því hann átti peninga og kókain og þú veist en hún var samtalið ógeðslega flott típa og mér varst ógeðslega skemmtilegt atriði þegar hann fór að skoða ógeðslega random fór að skoða bílinn og þannig að það fannst bílinn sem hann var að ljótur en hvernig fannst þið bílinn? Lincolnin, ljótasti bíl sem við síðan hann var svona gildur með svona eins og einhverju sebrahesta minstri áklæði eitthvað svona hvítur bengaltígur eða eitthvað en ekki dæmi mig en mér fannst hann pínutöf fyrir myndina sko ég myndi ekki láta að sjá með dauðan á sko. Nei, ég er ekkert að kenna Laugaveginn það er líka ógeðslega fyndið leið að hún sagði eitthvað um bílinn þá sagði hann bara, fyrir ekki bílinn þetta er Lincoln sko bara, það er Cadillac fór hann bara strax í possumbóðið og bara, herðu fór svona snerta bílinn allan og gaurin bara, svo Vélbjörns þetta fylgja ekki með hann bara, he's a funny guy bara, er það skotelt en það líka sýnir eins og tala um þessi mikla minnumáttu kent hjá honum af því að leið hún segir bara neða ljótu bíl þá pakkar hann bara í vörð hvað getur gert þess að klara málið, láttu mannum að pening þykist þú ekki stórkall manni fannst þarna þess að hann væri bara nýbyrjaður en þarna hefur, þú veist ég gerði mér ekki alveg grein fyrir svona tímalínunni svona í byrjun, kannski ég var hann búin að vera í nokkra mánuði ég held að á þessi tímapunkti hann var bara einhverja mánuði, kannski 2-3 mánuði eða eitthvað svoleiðis bara manni, klára þetta, tekur sem bara leigubíl og hittur okkur mér fannst það því að bílinn kostaði $45,000 og hann bara, hvað kostar hann? $40,000, hann segir eitthvað svona ekki meira það, eða eitthvað og ég sá samt fyrir mig hann hætti $47,000 á þessum tímapunkti eins og hann klæddi sig á bílinn var sko, hann var ennþá þessum með skiptunni og ljótasta bíl sem ég séð. Og það skipta svo miklu máli að kaupa einhvern bíl sem henni fórst töff. Hann var örugglega tilbúinn að setja alla peningi sem í einan bíl. Þannig að hann við aðstá bílmyndi. Þá hann þurfti að koma aftur að ræna hann. Sko. Já, einmitt. Og svo fer hann með henni í Cadillacin, gilda Cadillacin, þar sem að hann reynir að kissa hana. Og þetta er eitthvað svo... Þú finnir hvernig hann hoppar á hana líka. Já, hann bara hoppar á hana. Og þetta er eitthvað svo ósexy atriði og hann kemur svo illa út úr þessu og maður er samt fílar hann eitthvað meginn og þetta er svo skrítin tilfinning, þú veist. Já, en það er líka Pacino er bara svo ógeðslega góður leikari
að hann nær alveg að halda okkur þó þetta stundu getur verið algjör asni sem Tony, að maður bara eitthvað hann nær okkur svo og þú þarft að vera mjög góð að leika til þess að ná því algjörlega. Þú veist að reyna hann að hálfpartan nöðg ykkur konu hann í bílnum. Hann næra það til að svona með fatt ekki hvað hann er að pæla og líka vera algjör töffari og hetja á sama tíma. Já. Svo þetta er ógeðslega fyndið hvernig hann næri þessu. Já. Þetta er bara svo skemmtileg karakter og það er svo mikið við hann. Þetta er ekkit bara, ef þú horfir kannski bara Scarface einu sinni og svo pælar ekkit í hann þetta er skemmtileg mynd, þá finnst þér kannski Tony virka bara mjög einfaldur karakter. Þetta er bara eitthvað þögg, hann er bara að dreipa fólk, selja dóp. En það er alveg margt við hann, eins og við talum þessi minnumáttakend, hvernig hann hagar sig við mömmu sína. Og maður sér líka á honum að ég er ekki að segja að sé hræddur við einhverjum mannesku, en hann er ekki reyð að kjafta mömmu sína. Nei. Hann gerir það ekki. Það aldrei. Nei. Hann bara tók peningin og labbaði út. Já. Bara, þú veist, ekki disrespect. Og rétti síðan systur sinni peningin. Það bara, ok, mamma, ok, bara, þú veist, ekkert annað, ekki disrespect. Bara... Og svo sér líka með þessa gæja, eins og hann er eitthvað svona eitulega barón og eitthvað, þetta er drauminn hans. Maður sér líka í myndinni hvað svona fólk, þetta hefur aldrei góð áhrif á neitt í kringum þetta fólk. Nei. Eins og með systurnar. Ef Tony aldrei komið, systur hans var á miklu betri stað í dag heldur en ef hann hefði ekki Frank var ennþá lífi. Frank var ennþá lífi. Nei, ég alveg tala. Og horf bara eins og fjölskyldur hans og besta vin hans. Mamma hans náttúrulega, hún bakkaði alveg úr þessu, ég kem ekki nált þessu. Enda lifir hún myndin af. Vildi ekki sjá hann aftur og bara... Já, bara ég tekið þátt þessu, ég vil ekki taka peningin og það er eitthvað flott sem hún segir, hún segir, ég vinn alveg sjálf. Ég þarf ekki að fá þess að $1,000 á þér, einhverjum dópeninga. En systir hans, hún verðist fara svona hægt og hægt, smá yfir á dark side. Þetta er hún líka bara, sko... 19 ára. Já, 18-19 ára. Já. Svo veist, svo það mjög öðvöld örgulega að fá hana inn í þennan heim, sko. Bara... En svo þegar hann sér hann í þessum heimi, þá verður hann brjálaður, skilur. Já, svo er líka það. Hann er oft svo mikill hræstnari. Já. Og bara eitthvað, já, bara ekki gera þetta eða ekki segja þetta eða eitthvað svona. En hann samt má gera það sjálfur. Já. Hann er rosa gallaði karakter. Já, hann er það. Svo þú veist að allir gallunar hans koma út þegar þú veist eitthvað svona gerist. En annars er hann bara reyna að harður. Það er bara eina tíðni sem hann kann. Það er bara máli. Hann kann bara stilla sig það, sko. Hann kann ekki hitt, sko. Nei. Þú veist. Þetta er vel orðað hér. Það er eins sem hann kann. Já. Hann kann bara vera harðstu gaurinn og hann ætla bara að rífa eins mikið kjaft og hann getur. Einmitt. Þá getur hann hingæðin bakkar. Og ef hingæði þú að segja eitthvað, þá hækkar hann bara róminn. Einmitt. Mér finnst það hann svo fyndið. Ef hann lenti ykkur svona fuck you baratu, þá sagði hann bara aðeins harðar en hingæðin. En svo vissan. Setti upp allt öryggiskerfi á sér og bara, þú veist, gerði virkið þarna kringum húsið sitt. Hann svo paranoid. Út af hann vissi. Hann vissi bara að hann væri ekkert harðast í gaurinn. Hann vissi að það væri gæjar að núti sem væri bara með vildu drepa. Já, einmitt. Og það er vel líka svolítið fyndið við hann að gæja, því að hann voða harður, þykist vera bara að geta allt. En samt er hann getað paranoid. Einmitt. Svo kannski þetta segja líka að kókain hafi gert hann paranoid. Já, það hjálpa ekki til, sko. Hjálpar ekki til. Svo bara segja lokin þá hann með þetta fjall af kókaini. Já. Og hann er eitthvað svona sniffa það hann stærstu vélbyssu heimi það er svona töff atrið líka en það er líka í því atrið þegar þeir ráðast á hann þá er þetta svona 30 gaurar. Sástu heimildamyndina Cocaine Cowboys? Já, fyrstu myndina. Já. Rosalega áhugaverð. Þá var verið að tala um Miami í kringum 80 af því að mér var svolítið gaman sem munin á þessum gæi eitthvað svona drug lord dæmi versus eins og ítalska mafjan eins og í New York og svona þeir verið að starfa allt öðruvísi þannig var þetta bara svolítið í Miami þeir voru bara með vélbyssur bara 20 gaurar eða eitthvað og byrjuði sem bara að skjóta var líka maður sem var bara með eitthvað svona stóra H&M-verslunandi í Suður-Ameríku sem var að selja svona Hawaii-skyrtur hversu var? Það var bara þetta er auðvitað gæjar og milljónir að selja ljótustu skyrtur í heimi það er samt alltaf cool ég veit það var bara allir, þú veist, menn allir gaurið sem komið inn til hans, voru allir í svona með aðeins svo stóran skyrtu með aðeins svo stóra kraga að við höfum allir döð en eins og ef það verið mafjan svo kom gaurið sem draf Tony hann leit út eins og mest slick sko assassin á jörðinu sko. Er það gæði sem dreipar hann lókin hann var bara í svartri aðhnettri skyrtu bara með svört sólgleru geða þetta kliftur hann var allt verið level en hinni gæði sko. Hinni gæði var sem bara nýteknar í skójunum og bara inn til Tony en þú veist, þessi gæi var alveg svona assassino hann var bara hann mætti bara með eitthvað hljóð með eitthvað haglabissu skauði hann bara í bakið sko, bara, hann var bara það er ekkert bullshit
Hann ætla að koma inn bara í laumi, sko. En hvað finnst þér að tala hann, hvað finnst þér fólk sem með sólgleru að nota til? Hann með sólgleru og klukka var ekki 1 að nota til eða eitthvað. Hann var myrkur. Þess að hann var svo lengi að koma og það sá ekki neitt. Hann var myrkur. Já. En finnst þér svoleiðis fólk töff? Ég meina, Terminator Arnold Schwarzenegger í Terminator 2 með sólgleru allan tíma, sko. Já. En hann vélmenni, sko. Já, hann vélmenni. Ég að tala venjulega human sem bara... Þetta náttúrulega, sko... Þetta ekki töff, þetta. Ég átti mikið issue með þetta þegar ég var í Danmörku. Þetta var eitthvað rosa þeng í Danmörku þegar ég bjóð þar. Að vera fólk með sólgleru... Fólk með sólgleru inni. Þú veist, svona inni og tók það bara aldrei af sér. Þú veist, bara kannski, ég var þjónn á veitingastað og það var svona hipstera-kaffahúsi og það var svona, kom alltaf fólk að inn með svona svört sólgleru. Svo sata bara með sólgleru. Maður bara, hvað? Ég skil ekki svona þess. Þú getur vist verið með eitthvað gleru sem bara svona eitthvað dagsbyrtu gleru eða eitthvað, ekki beint sólgleru. En ég fór að hugsa þegar ég var að horfa á Scarface, því að gæðin þetta var töff. Og ég veit eins og í Matrix það með sólglur allan daginn og allt það, en mér finnst það aðeins öðruvísi. Það í einhverjum gerfi heim í rauninni. En ég komst að því að mér finnst þeir sem ganga með sólgluru á kvöldu til, þegar koma myrkur, mér finnst þeir jafn töff eins og gæðin sem var að segja frá í síðasta þetta sem við tókum upp, sem var með símana í byssubelti. Það er mjög töff. Þetta alveg sér þrep af töff fólki. Mitt. Já, mér fannst það ekki svakalega töff. Það var rosa mikið að selja líka lúki bara. Lúki á öllum mann. Það voru allir með, þú veist, þetta er diskotíðanbilið, kókain, þú veist, það var allir í, sko, ógeðslega ljótum jakkafötum, þú veist, sem voru svona ógeðslega cool á þessum tíma, svona aðsniðin, útíða buxur, skyrtan yfir, þú veist. En mér fannst það ógeðslega töff. Hvítu jakkafötan hans er náttúrulega rosaleg, sko. Já. Þú veist. Mér finnst það samt ógeðslega töff í þessari mynd. Það passar bara svo vel við, sko. Svo geggju típa, sko. Og líka bara svörtu jakkafötin, þú veist, það er líka, þannig í hvítu jakkafötunum það gengur vel, svo þarf ég að vera að fara að drepa þannig í svörtum jakkafötum. Já, það er pottið symbolist eitthvað skilur, en þú veist alveg pottið og þarna var hann líka bara klúður öll bara að drepa besta vin sinn þú veist og það ég vil líka bara segja það var eiginlega Tony sem dreipur systir sína þó hann sé ekki svo sem skýtur hana þetta er honum að kenna hann drafði bæði svo líka bara eins og með það, hún segir það var svo sorglegt hann dreipur hana besta vin sinn sem hafði bara verið mjög góða vinur hans og þóla hann í gegnum ansi margt. Já, nákvæmlega. Og systirinn segir bara að hann liggur hann að döður. Bara við vorum að gifta okkur í gær, við ætlum að koma þér óvart. Og bara Tony skaut hann bara. Hann stóð líka bara að kjöra það, bara... Já. Það bara, vissi hann eða bara svo alvarlega... Já, einmitt. Gerð svo mikið mistöku. Það var einmitt klúður hans, það var að... Hann gat aldrei ráða við sjálf á sig. Nei. Hverju var ekki drull saman á þetta systir sem var að hitta að vinnast? Ég veist líka gott aðrið þannig að þetta bara, þegar hann átti sig allt í náði bara hvað hann var að gera. Var að drepa svona eina mann í heiminu sem eitthvað treyst fyrir öll. Bara, þú veist. Og Pacino svo góða leikari að þú nærið því alveg bara... Eina sem maður þarf að gera er að segja nafnið. Bara Manny, bara hvað, þú veist bara, og ég fann svo til með hann. Já. Og maður er að finna til með manni sem þú veist, búin að gera ömulega hluti, alla myndina, skilur. Þannig séð. Þú veist bara, og maður finnur þess að gera til með hann. Og maður, þú veist, hann er ekkert glaður. Nei, það er málið. Og var hann ekkert svona hamingi sem þessari mynd? Nei. Ég held ekki. Hann var bara alltaf eldast við, meiri pening, meira dóp. Einmitt. Svo brýtur hann líka þessar reglur sem Frank sagði við hann, bara eins og til dæmis don't get high on your own supply. Einmitt. Hann braut það. Út af Frank braut líka, sko, hann braut reglunum að svíkja aldrei. Hann sagði við hann bara a hasa is a pig that don't fly straight. Þú veist, það er bara að tala um svona svikar og svona fólk sem svíkur. Einmitt. Og þegar hann segir það við hann, þú veist, bara þú ert hasa. Frank, þú ert hasa. Og þú veist, bara, og þú veist, það er svo gæðið glín og það er Frank var að svona reyna að kenna honum, sko, hvernig þetta er ekki svíkja, vertu heiðarlegur. Já. Það endist í þessum bransa. Og það er eitt snið sem gerleiki í myndinni, handriðsöndurinn og leiksturinn. Það er atrið þegar Tony á að drepa gæjan sem var að kannski uppljóstrari eða eitthvað svona, var að tala var að fara í viðtöng 60 minutes og eitthvað svona, var að tala Sameinuðu þjóðunum, já, var að tala allt þetta dópi í Bólivíu og spillingun og nafngreina þá alla nafngreina þá alla þessu toppa og
það atriði, Tony í bílnum og hann með þessum svaka assassin, þessum Alberto og Tony neitar að drepa krakkana af því að assassin-gaurinn segir bara, við þurfum að sprengja bílinn og þeir ætlaði bara að sprengja hann að gæja hann átti bara einn svo sækir hann stelpundu sínar eða hann krakka, tvo krakka og konun líka eða eitthvað þá segir Tony, nei, ég ætla ekki að gera það af því þegar þú ert með mynd eins og Scarface og þú ert með gæja eins og Tony Montana sem morðingi og allt svona við verðum, af því við þurfum svona smá að við þurfum ekki til að halda með hann en við þurfum að vera hann þarf eitthvað likeable við hann og þess að gera það mögulegt þá verður að hafa gæja sem eru verri en hann og þannig ertu með gauðra sem að alltaf drepa börn og Tony segir bara, nei, ég ætla ekki að drepa börn og það gerist áður en hann drepur vinsinn þannig að mér finnst, þetta svolítið sniðið punktur í myndinni þegar kemur þessi batnadri þá erum við komið smá svona samúð með Tony ertu ekki svolítið samanlega því í lokin þegar hann drepur sig að vinsi og líka fyrir það, þá eru þeir sko þá bjóða þeir honum til Kólumbíu í Bolívíu og hérna hann situr svona með þeim öllum hann á toppunum hann þú veist og Sosa að segja við hann gerur þetta ekki fyrir okkur þetta er ekki að græða þetta fyrir okkur og ég held að hann hafi líka komið svolítið að hann er ennþá bara litlikall hann er ennþá bara, þú veist sama hvað hann heldur hann sem stór þá er hann bara einn af, þú veist mörg hundru skilu, hann er ennþá litlikallin undir þessum gaurum og það fór svo í taugatunum, hann var byrjað að kóka í bílnum og fullu og bíða eftir að koma skilur, svo þólar hann ekki hann að gaur út og hann alltaf tala spænsku við hann, sem er svolítið fyndið, hann er frá Kúbu og Pacino tala aldrei spænsku á móti, það er ein setning eitthvað sem það segir, bara enga konur, engi börn og enga konur og hérna og gaurinn er bara að tala spænsku við hann á fullu, hann sagði bara I heard you the first time og hérna og maður finnur svona hvernig allt er að magnast upp hjá hann svo kemur þetta og þetta er svona switchin þegar hann er að fara að sprengja bílinn með konu og börnum þá bara þá er þessi harðið heimur sem Tony lifir í, þá er hann eiginlega bara svona hann er ekki harðan en þetta hann er ekki svona kaldur hann er ekki svona ruthless hann er alveg tilbúin til að drepa glæpamenn og dópsala og þú veist, gauðra sem eru kommunistar eða eitthvað skilið og svona en hann er ekki tilbúin til að gera þetta því þetta er auðvitað svona síðasti parturinn á hann, sem hann á eftir bara, þú veist svona ákveðin lína sem hann fer í gerir svona ákveðin lína sem hann segir líka bara eru enga konur, engi börn bara, þú veist, það er bara, það dreigir línuna að hann segir líka að ég get ekki í rauninni haft það á samviskunni ég get ekki haft döð börn á samviskunni og mér finnst eins og þegar hann hitti Sosa eins og fyrst Sosa býr ykkur svaka mansion hann í Bolívíu og með svaka starfsemi og allt þetta mér fannst alveg svona það var svolítið svona afbrýðsemi hjá Tony og ég vil meina það var ekki bara því að Sosa átti fullt af peningum og eitthvað að því Sosa sjálfur var alltaf cool og hann virkaði svona gæi með alltaf hreinu skilurðu á meðan Tony er meiri svona bara svona gorilla bara loose cannon hann er bara svona soldier þannig að þessi gæi er bara alltaf capo hann er alltaf bara, þú veist, bossin að því að Sosa er ekki með þessa miklu minnum áttakend sem að Tony er með og það er svolítið fyndið að horfa á þessar mynd og hugsa út í það því mér finnst ennþá Tony Montana geggja karakter og töff en þegar maður fyrir að hugsa einmitt hann sem bara svona einmitt með svona einhverja minnum áttakend eða þá verður myndir svolítið svona horfa aðeins öðru svona það kom líka fram að þegar Gaurinn var í sjónvarpsþættinum að tala Sosa hann segir hann er vellesin hann fór í, þú veist, háskóla erlendis þú veist, hann er af ríku fólki skilur, og þá kom alveg svona svipur hann að Sosa skilur eins og væri, þú veist, glæpán skilur en samtali skilur og maður fann það líka alveg hann var alveg svolítið svona, þú veist, meira sophisticated sem er oft líka raunveruleikin í þessum eitulega heimi, það er eitthvað svo sophistication bak við þetta, svo eru bara svona einhverjir hermin að sjá skilur gröntunina og Sosa líka virkar sem svona glæpamaður, eitthvað svona boss sem er bara svona low key það er með þessu mafían í New York og í Bandaríkjunum það er sem þeir vildu toppanir ekki verka flashy, ekki verið í blöðunum ekki verið í fréttum eins og þeirra Gotti, Capone, eitthvað svona stór, Tony Montana er svolítið þar hann minnst það svolítið svona svo John Gotti virtist það að verið í New York svolítið svona flashy crime boss og málega er með þá gauðra
þeir endast ekkert lengi í þessu þannig. Út af því allar eftir þeim. Já, það er alveg málið. Frank segir líka með hann bara, lay low, ekki vera, mjög mikið læti, eins og það hann ætlaði að taka bara inn kókain fyrir nokkra milljónir, Tony tók, kókain fyrir 70 milljónir, eitthvað fáralegt og Frank var að þurfa að brjála út af hann, vissi hann gæti ekki borga fyrir þetta, Já, mér fannst það heldur skemmtilegt þegar Tony segir bara svona með hann gaur í vinnu, loose cannon, hann bara gerir ekkert sem hann er sagt, bara, og Frank hefði átt að spotta fyrir. Ég skil Frank mjög vel hann að þetta að drepa Tony, því að Tony er bara svona eins og óður bólabítur. Já, og hann hefði átt að spotta aðeins fyrir, bara þessi gaur hann verður til vandræða. Ómar sagði það strax. Já, einmitt. Hvað segir með hann gaur? Já, þessi gaur er allt og klikkaði maður, alveg trilltur. Og bara svona allt og mikil svona ábyrgðismadur, allt og mikið ég, græðgi, það gæti allir séð það að hann yrði pottið til vandræða. En það var hann á falli, hún er Frank. Einmitt. Hann var drepinn. Þannig að, já, þetta er ekkert meira í hug saman þessum mynd. Nei, tónlistin var skemmtileg. Tónlistin, Push It to the Limit. Push It to the Limit, ok. Já, það montas var gegn. Ég ætla að tala um montasi, mér finnst það geðveikt. Ég bara, ég elska montas, en bara þetta fannst mér alveg bara svona, það lag geðveikt og þeir að telja peningana það og það koma svona síðan þar sem þeir að lappa svona með peningana svona, og bankagörinn er svona í glugganum. Þetta er svolítið svona komist líka, sko. Það er líka alveg smá svona grín í þessari mynd líka, út af því að hún var óslega kúl á þessum tíma. Eftir þessum tími líður meira, þá var þessi heimur alltaf svona fjárstæðukendari fyrir okkur. Þessi tími líka, 7. áratugurinn, 9. áratugurinn. Það verður alltaf svona fjárstæðukendari, sko. Og þegar þeir að lappa með peningana og bankagörinn er bara alltaf komið meiri peningar og svona, og bara push it to the limit og þetta er svo geðveikt. Þetta er svona, mér fannst þetta óslega fyndið atriði. Já, mér finnst það líka. Mér fannst það töff líka. Já, töff líka, en samt fyndið. Einu sem fannst mér bara geðveikt. Bara, wow, push it to the limit, maður. Nákvæmlega, sko. Núna fannst mér þetta svona, þeir að lappa svona harðir svona í einhverjum svona litlum Hawaii-skirtum, allir með vélbyssur og svona, eitthvað. En samt töff með pening á bakinu og eitthvað svona. Það var ekkert morðatrið heldur, það var bara svona, djam og peningar. Já, þeir leggja pening og eitthvað. Keftu þetta gríska húsi sem var Tony Montana, fastegnir eða eitthvað. Já, einmitt. Eða eitthvað sólalandsferðir eða eitthvað. Já, hann var komið eitthvað svona business, fyrirtæki. En ég skrifa hjá mér 1 punkt sem að ég ætla að nefna. Það gerist nefn í myndinni. Já. Og ég feini, ég tók með hann blaði, ég gerði svo mikið grínu þér síðast, og tókst með þér bókina. Og ég ánaði skrifa það nöður. Og þetta er svona eitt sem ég svolítið fyndið, að ég hef heyrt af þessu líka bara í alvörinni. Það er þegar vinur hans, Manny, er að reyna við einhverja konu. Einmitt. Og hann reynir eitthvað við hann og kemur eitthvað svona, með tunguna, þetta er hann að leika fyrir, Og Tony er bara að segja eitthvað, þetta virkar ekkert á konur, maður. Hann bara, jú, tjekka á þessu. Segir hann þessu svo eðla? Þetta er svo eðla? Já, ég veit, þetta er svo eðla. Og hann gerir eitthvað, og hann hittir einhverja konu, eldir einhverja konu, og hann reynir þetta við hana. Hún slæðir þetta undir. Og þá segir Manny, Tony segir eitthvað, það virkaði ekki, það virkaði ekki. Hann bara, þetta er fucking lesbía. Já. Og þetta fyndið, af því að ég veit félaga sem á eitt kunningja, sem var við svona alltaf á djamminu, hann var að reyna eitthvað stelpur. Og hann var ekki til að hann var lesbí. Já, bara fucking lesbí. Hann var líka svo brjálað, bara fucking. Hann kallar hann lesbían og svo bitch. Segir lesbían. Já, lesbían. Main, hann kallar líka alltaf Tony Main. Já. Og þetta er síðan, sko, þetta main-dót, sko, er alveg orðið eitthvað svona sem notar svo mikið í dag. Var heyrir svo mikið á svona... Er það nú ekki að segja man? Nei, main. What's up, main? En hann segja maður, eða þú veist? Já. Og þú veist, og maður heyrir þetta svo mikið svona, hjá svona röppurum og svona, bara, hey, what's up, main? What's up, main? Grófasta dæmi, mest ekstrím dæmi, eitthvað svona, main. Það var í House of Flow. Terrence Howard í þeirra við. Ég menna líka þetta. Nei. Hann var rapparinn. Vildi vera rappari? Var hann ekki pródúser? Geðveik mynd. Nei, hann var sjálfur rappari, en svo var Anthony Anderson var pródúser. Ég man ekkert þessari mynd. Ok, ég menn að horfa náttúrulega, hún er geðveik. En hann var alltaf bara eitthvað mine. Það var bara svo var alltaf að segja bara eitthvað, þú skrifa þetta M-I-N, mine. Já, mér finnst bara svo fyndið þeirra eins og með hann. Lesbía. Fucking lesbía. Einmitt. Ég hef viljað segja, nei, þú er bara fáið. Það var ekki fáið. Líka þegar hann keður sig aðriða, þá
þá satt hann í bílnum og var að halda svona í baki á okkur í stelpu svona, já, þú veist, það var líka ótrúlega hvað löbbuðu bara allir í bíkinni bara allstaðar. Þetta er alltaf Miami. Hann var ekki svona ströndinni, sko. Hefur þú komið til Miami? Nei. Ég var einu sem kom á okkar. Okay. Og ég stoppaði ekki lengi, ég keyrði hann í gegn. Við vorum með hús í Orlando. Þú voru bara allir í bíkinni? Margir. Okay. Og þetta er auðvitað bara 2016 eða eitthvað, þetta er ekkert eins og hann á 1980. En ég vil fara aftur á það, einhvern tímann, einn daginn, að þetta er ógeðslega töff borg. Það er einhvern svona væpið þarna. Þetta er svo bróð minn fór og var hann held í viku. Okay. Og var eitthvað djamað og eitthvað. Það væri bara ógeðslega skemmtileg borg. Og minnst alltaf því að horfa á myndir sem gerist í Miami, og eins og Scarface, ég tengi hann alltaf við mér, Miami. Dexter er mitt. Þetta minnst að virka alltaf eins og New York, en við ströndina. Fattar þau? Þú ert með þetta bikini, þú ert með ströndina flottu, sjóin, en samt svona flotta byggingar, stórísi, eitthvað svona menning. Ég er mjög spenntur að fara einhvern tíðan aftur. Mjög mikið svona hispanic kultúr og það. Einmitt, já. Og eitthvað svona... Ég veist að maturinn þessi geðveikur. Bara þú getur farað í bara geðveika matamenningu, bara smaka alls konar mat, sko. Einmitt, ég er reyndar hata að borða mat. Já, þú hata mat. Ég hata mat. Þannig að ég myndi ekki sækast í það, en ég var hins vegar til að prófa að fara á, og ég hef sagt við kærastum mína, það eru 2 staðir sem ég langar að fara til í Bandaríkjunum. Mér langar að fara til Miami og dansa salsa dans, okkur svona klúbb. Og ég vil taka þessum fram að ég kann ekki salsa. Mér langar ekki að það. Svo langar að fara til Nashville, Tennessee og dansa country dans á okkur svona bar. Það er alveg gott land, sko. Já. Ég held að það getur verið heldur skemmtilegt. Sá líka að það er Anthony Bourdain fór til Miami. Þetta heitir eitthvað, það stoppar hann í 24 tíma í einni borg. Bara mæti kl. 7 morgunum og 7 næsta morgun. Og hann bara prófa að geða mikið að skemmtilegum stöðum. Bara geða spennandi veitingastæðir, geða spennandi svona, þú veist, hipp og cool barir sem hann er að fara og hitta svona lokal fólk, sko. Það er geða eitthvað þáttur. Og mér hefur alltaf langar til að fara til Miami eftir að sá þann þátt, sko. Það er líka einhvern veginn að ég var til Orlando og við erum aðeins í Florida. Það er einhvern veginn öðru sem væp. Þar versus Miami. Það er eitthvað töff í Miami. Þannig að þú segir, voru allir bara einhverju bygginum. Það er alveg mikið af því og gæjar einhverju massar, berón að lifta okkur í strönd og þetta er svolítið Miami. En já, hann var bara eitthvað að playboyast þar. Manny, fikti einhverju konaðana fyrir utan. Já, ég held ég sem búið með þess að ég ætla að segja með þessa mynd. Já, ég svona... Ekki nú sett með eitthvað að punta að það. Ég er búið alla mína. Bara, þú veist, Bara geggjum mynd. Mér var svolítið flott að hann drap gaurinn í búðunum hana. Þannig að Rebenga, eða eitthvað. Já, kommunistan. Og einu sem að segja bara Rebenga, from a friend you fucked. Og stakka bara í maður. Og þú veist, og mjög veist, ég hugsaði sko þegar hann sagði þetta, og þetta er svona örgulega fyrsta morðið hans, eða annað, út af að með eitthvað tattoo hana, þú veist, eða eitthvað, þú veist, hugsaði samt að hann var svona frekar ungur hana, þú veist, að hann gerði þetta svo kalt, og bara stakka hann í maður, og hafði alveg fyrir að segja þessa setningu það líka, sko. Bara, hey Rebecca, from a friend you fucked. Bara, samt hefur hann enga persónulega tengingu við neitt, en þú veist, samt gerir hann þetta persónulega. Já, samt var svona svolítið mikið hatur eitthvað í þessu þegar hann dreipur hann. Já. Nú þú farið við punktunum. Ég farið við punktunum. Það er líka að segja, þú finnir setningin það þegar það sagði bara Tony, what do you want? Það sagði, the world, Chico, and everything in it. Já, bara það er ekkert lítið sem hann er að byggja um. Nei, mér fannst líka alveg flott þegar kom hann að hann var ná í Elvíru og hann stóð svona í klukkanum að reykja. Svo kom hann að loftbelgurinn fram hjá, bara The world is yours. The world is, mér finnst það geðveikt. Mér finnst það ógeðslega flott. Það er mjög töff. Og tónlistin er geggin líka. Tónlistin er geggin. Og það var actually í lagsestar að fyrir ykkur nokkur mánu síðan, 20 árum síðan eða eitthvað. Það er 20 árum eftir að myndin var gerð. Ég man ekki alveg hvernig það var. Út af því að það var búið að referensa svo mikið að hip-hop í myndina. Mikið að hip-hop-lögum sem að var referensa. Nasifur, með lag sem heitir World is yours og alls konar hip-hop textum og dóti. Og framleiðslufyrirtækið vildi breyta tónlistinni. Bara taka út alla tónlistina. Já, setja eitthvað nýtt. Setja inn einhvern svona hip-hop-slegin lög og Brian De Palma bara glæta. Bara tónlistin er ógeðslega stór partur í myndinni. Mér finnst það ógeðslega cool. Já. Að hann hafi bara barist fyrir því að horfa á Scarface með eitthvað svona 90s hip-hopi.
það myndi ekki make a sense. Það er hræðilegt. Í þessa mynd bara verið disco og síðan þetta þemalag sem var í myndinni. Já, bara 80s tónlist og þemalag, ég er sammála. Síðan bara, eitthvað svona, syntha 80s disco madness. Mér finnst það bara geðvægt og mér finnst tónlistin geggjuð. Já, ég er mikill 80s tónlistar fan. Ég elska 80s tónlist. Ég er algjör sakka fyrir því, sko. Já, og bara þetta synthadót og svona, ég bara elska þetta. Og mér finnst það bara að vera svo mikil partur af sjarmanu við Scarface. Og líka þú að horfa á 80s myndir. 80s tónlist er sjarmin við 80s myndir. Algjörlega. Alveg svo sér 70s myndir, þá er sjarmin þar 70s tónlist, skilur. En það er eitt sem, að við erum að tala 80s, ég til þess tók eitt þátt upp með félagsmönnum sem að, það sem við tala 80s grímyndir. Já. Að með bíómyndir, þá er ég hrifnastur af 90s bíómyndum, frá 1990 til 2000. Já. En í tónlist, frá 1980 til 1990, mér finnst það geggjað tónlist. Mér finnst það 80s tónlist eldast oft bara helviti vel. Já. Ef þú hlusta bara á þetta á Spotify eða eitthvað. En 80s myndir að misjant, en sömur að mér er bara eitthvað svona, vá, hvað er mikil 80s mynd. Ég veit það. Líka þessum með Scarface, mér finnst hún bara eldast heldur vel. En svo horfum við kannski á Terminator 1, sem kemur bara út árið setna. Það er samt góð. Ég fíla hana. Hún er ekki leiðileg. Nei, hún er mjög fín, en hún eldist. Hún eldist, algjörlega. Já. Miklu verið en 2, sko. Já, 2 er trubluð. En mér finnst hún eldast aðeins meira heldur en til þess Scarface. Þó að sé, svipið tónlist og allt þetta. En já, mér finnst 80s tónlist eldast nokkuð vel. Ég elska 80s. Og bara er algjör sökkar fyrir 80s. Hvort það er tónlist, eða bíómyndir, eða whatever, tískan, dótið, whatever, sko. Bara algjör sökkar fyrir þessum áratug, sko. En klippingum? Sérstaklega klippingar. Hársti. Sérstaklega svona það er rakaði hliðum og hárið upp eða eitthvað. Og ég er nefnilega samt líka, sko, algjör 90s tónlist að sökkar, sko. Bara miðist tónlist, 90s tónlist, bara, þetta er bara minn áratugur, alveg bara, en ég er líka svona alveg, ég er alveg báðum þessum áratugum, sko. Ég er bara, það er bara mest af því sem ég hef hlustað mest á er frá 90s. Það sem ég elska ógeðslega mikið í dag er frá 80s, og early 90s og svona dótið, sko. Já. Bara danstónlist, hip-hop og svona dót. Og svo 80s kemur inn með, sko, Cure og Smiths og svona dót sem ég bara elska líka. Svo þetta er 2 áratugur fyrir mér, eru bara áratugurnir, sko, eitthvað með sem ég hef bara reynt að geta allt annað sem ég get, sko. Já, mér finnst einhvern veginn líka, ég tala þetta áður, en eins og með tónlist, eins og 80s tónlist, mér finnst einhvern veginn eins og það hafi bara verið meira einhvern veginn, eins og hljómsveitur og tónlistamenn hafi kannski bara hugsað með sér, hei, gerum eitthvað skemmtilegt, gerum eitthvað cool. Við höfum gaman að þessu. Já, en í dag finnst mér þetta ofta vera bara eitthvað svona... Það er trendið. Já, þetta er svo corporate. Einmitt. Þetta er líka bara eitthvað, hvernig getum við grætt mesta peningin? Hvað er heitt í dag? Mér finnst eins og það hafi ekki verið tónlistasamningar. Mér finnst eins og menn hafi bara svona... Já. Bara gerum mynd sem er bara lag sem heitir Girls on Film. Svo bara faraði til Brasilíu, Duran Duran og taka myndband. Ég ætla að segja eins og Duran Duran, bara eitthvað það band. Já. Það er eins og það bara verið eitthvað svona sköpun og gleði sem einkenndi þessa tónlist. Einmitt. Og jú, ég fíla líka alveg 90s tónlist, en mér finnst það vera eitthvað svo sterkt við 80s tónlist, svo þú hlustar hann í dag, 40 ára setna, það er svo mikill sjarmi við þessu tónlist. Það er eitthvað svo mikið svona svo skemmtileg, flotta melodíur og geðu ekki söngvarar oft. Já, mjög góð söngvarar. Geðu lög, skilur sem þeir eiga. Og ákveð tilraunastarf sem er gangi, eins og með þetta synthadót og allt það. Og mér finnst líka gaman, það er ein hljómsveit sem ég elska í dag, ég veit ekki hvort þú þekkir hana, hún heitir The Black Queen og kannstu hljómsveitir The Dillinger Escape Plan. Já, söngunum þeirri hljómsveit, hann er með svona side project sem heitir The Black Queen. Já. Og það er alveg, þeir eru alveg mjög heavily undir áhrifum af 80s tónlist. Og það er ógeðslega töff band. Ég er náttúrulega að sé þetta svolítið upp að síðkast, það er að koma svona 80s legin band. Þetta er heitt í dag. Þetta var mjög heitt, sko. Já, og það lást það fyrir, það er þessi 80s tónlist var töff. Kom alltaf inn í bönd sem var svolítið svona 70s legin, sem var svona eins og Tame Impala var svolítið svona 70s og svona mikið á 70s böndum sem er svona 70s vibe. Já. Svo núna svolítið finnst mér að koma svolítið svona syntha, elektro, söngur og svona svolítið jolly, sko. Það er það, sko. Svo er alltaf að segja líka að þetta fer alltaf í hringi. Já, en svo er það að finna líka eins og 80s myndir og 80s tónlist. Það var svona eins og það var mjög erfið transition inn í 10. áratuginn. Það er svona eins og tónlistin hafa ekki transitionast
nógu vel inn í finnst bara að það verið köttað á það bara köttað á það og bara þurfa eitthvað nýtt grunge kom grunge kom já. En á sama tíma líka 80s var líka punkið já. Punkið var ansvarið við diskónu og glamourrockinu og það þurfti bara eitthvað annað og þá kemur þessi gleði pop 80s skiluru bara, sem maður elskar skiluru og þegar maður heyrir þessu lög það enginn sem, þú veist, þegar ég hitti fólk að ég hata 80s tónlist þá hatar það bara gleðina þú hatar bara að vera glaður þú ert vond manneska þú veist, þegar þú heyrir 80s lag sama hverju það sama þessu tungur okkar eða whatever þegar þú heyrir þetta, það ertu bara til það skemmtilega ég mitt, því að ég var að tala um ég fór til Flórida og það var 80s rás sem við gotum bara hlusta á þegar við tókum svona bílubíl ég var bara með það allan daginn og ég er svo glaður, það er að mitt á Íslandi núna það er bara fyrsta rásin í bílum já, það er 80s rás og þetta er svo mörg góð 80s lög að það bara er ekki fyndið þannig að þegar maður horfir á þessar 80s myndir eins og Scarface, Push It to the Limit og svona heitir lagið Push It to the Limit ég veit það ekki alveg nei, ok, þetta er þannig töff lag Pottit þetta heitir auðvitað Push It to the Limit og það er eitthvað sem kemur svona bara upp í manni bara eins og þú segir, þá bara hatar þú gleðin og hatar 80s tónlist það getur ekki dillað við 80s tónlist það getur allir dillað við 80s sko. Svo fyndi að ég er meiri kvikmyndahámaður heldur en tónlistarhámaður en ef að fólk myndi segja mig já, ég þoli ekki 80s myndir þá myndi ég svo ok, en ef þú segja mig ég þoli ekki 80s tónlist þá get ég ekki verið vinnuðinn ég alveg tala, eða bara ég hata 80s tónlist það er svo erfitt að kyngja þig sko. Já, ég trúi því ekki sko. miklu meira myndi ég halda að vera hrættur á játanda fyrir ykkurum en að við fyrir stundum með svona leik sem þetta Guilty Pleasures svona tónlist og alltaf ykkur, já, herru, Guilty Pleasure mitt er hérna Take On Me, nei þú getur ekki verið með 80s tónlist, Guilty Pleasure það er bara, það meikar enga sens Guilty Pleasure er eitthvað svona sem er almennt hallarslega, að þú fílar það er Guilty Pleasure 80s er bara all around pleasure það er bara regla mínu eins og leik, þú getur ekki valið 80s tónlist ég er sammálaður það er bara pleasure það er bara pure pleasure og þetta lagleikur sem þú nefndir er klikka það er ekkert bara svona, já, þetta er svona Guilty Pleasure þetta er bara geðað lag mér að finndu betra lag í endan á Breakfast Club skilur, finndu betra lag sem getur endað þessa bíómynd já, var það endirinn í Breakfast Don't You Forget About Me með Simple Minds bara reynda að finna betra lag skilur. Don't you forget about me og hann hoppar hann svona frís þetta er bara, ef þú ert hjartalaus þá fílar þetta ekki sko. já, einmitt það er máli, ég helst bara slæm manneskja já, ég tók svona ég tek stundum svona rosalega 80s bíómynda sko eins og eldri dóttur okkar fættist sko þú veist og þá voru við bara svona hreiðugjörð heima sko ég tók eitthvað svona rosalegasta 80s bara þú veist marathon sem ég náði svo mikið já bara bíómyndir sko mikið ævintýramyndum og grínmyndum þú veist License to Drive og bara þú veist Summer School og eitthvað svona myndir sko og síðan bara svona eitthvað eins og Legend svona með Tom Cruise og alls konar myndir og ég menna þú veist mikið af þessum myndum eldast ekki vel en það er sterkur sjarmið sterkur nostalgía sem ég þykir alltaf ógeðslega væntum og þegar ég var að horfa á þessa myndir með systur minni þegar ég var lítill var hún að sína mér þessar myndir og sína mér Breakfast Club og svona og ég meina mér þykir bara alltaf ógeðslega væntum þessar myndir og bara væntum þetta tímul bara, en heldur jú, ég heldur svarar þessu á þann hátt sem ég held en þú er fæddur 83 ef þú eru fæddur 63 eða 93 þá væntalega hefur ekki svo mikið áhuga á 80s myndum. Nei, þá varst þú orðin fullorðin á 9. áratugnum sko. En ég held samt eins og með tónlist, ég meina pappi minn fættist 61 hún veist 80s tónlist geggju ég fæðist 83 og mér veist 80s tónlist geggju þannig að það er svo sem alveg sveigurum fyrir Getur ímyndar að þú ert foreldri að þú ert 35 ára foreldri og þú horfir á 17 ára barni til hlébara samfesting þú ert bara, hvað er að gera? Ég er ekki að tískan að beintur flott á þessum tíma. Ég held að sko tískan og tónlistin hafa bara ekki rúlað með fólki að það sko. Því að fólk er að koma að ná sko Led Zeppelin og Beatlunum og bara svona episku rock, bara sko jötnum sko. Svo fer þetta í ykkur að gæja með kítar. Einmitt. En svo einmitt segi eins og fólkdrar minni, þeim fannst 80s vera ógeðslega skemmtileg tími. Já, mömmu fannst það lenda líka. Já. Það því ég held einmitt það sem við vorum að tala þessi sköpunargleði og þessi gleði bara yfir höfuð. Það er náttúrulega hálfgerð framlenging á diskónu og það er mikið tenging þó að diskóðu sé ekki gott á 80s sko. þá er það svona hálfgerð framlenging á synþa diskópartíinu sem var það sko. En ef við förum kannski aðeins þá í
Carlitos Way, ef við erum búin með Scarface, fórum aðeins út úr efnið. Eitt sem ég ætla að segja. Ok, hvað er með það? Mammas Tony Montana. Ja. Ég las ekki að hún var 4 árum eldri en Pacino í myndinni. Leikunum sem leik mammas? Leikunum sem leikana. 4 árum eldri. Vá. Meðan það ágæslega... Hún virkar alveg 20 árum eldri en hann. Já, hún virkar alveg eins og mamman, sko. Hefur hún þá verið svona frekar ellilega eða þá Pacino svona ung? Já, hlýtur, jú, það hlýtur. Hann hefur kannski verið yngdur aðeins eða eitthvað, kannski svona. Þetta er kannski svipað sem með Pacino í Godfather 3. Virkar svo gamallar. Hann er gerður svo gamall. Hann er ekkert Godfather 3, já. Godfather 3, hann er ekkert svo gamall. Nei, mitt. Hann er gerður gamall. Hún kemur út 90... Hvernig kemur hann út? 93? Vá, ég man það ekki alveg. Já, 90, 92, 93. Er það ekki? Það sína 50. Hún er 90 eitthvað? Já, hann er svona 40, hann er svona 48, 50, svona leikurinn. Já, hann lukkar hans í 70. Já, hann á náttúrulega að vera 70. Já, einmitt. En þeir náðum eitt að gera hann þannig, bara með einhverju, setja grátt í hárið. Hvernig finnst þið gott það 3? Vá, hvað sem er alveg óvænta spurningu. Allt í lagi. Já. Mér finnst 1 og 2 alveg brjálar. Já. Godfather 1 er bara með einu mínum uppáhaldsmyndum. Já. Ég hata ekki 3 eins og margir. Mér finnst margt í henni töff. Ég elska Andy Garcia í henni, til dæmis. Mér finnst Pacino mjög góður í henni. En mér finnst hún langt fyrir neðan 1 og 2. En þér? Ég hef alltaf verið rosalega hrifinn af henni, sko. Það? Já. Er langt síðan og sást þar allar? Nei, það er nefnilega ekki. Ég horfði á þær svona fyrir kannski 10 ára síðan eða. Já, það er langt síðan. Eða? Ég var samtalið mjög lett þeim. Ég teka reglulega, og teki allir 3 ár. Og þegar ég teka... Ég hef kannski horfði á eitt kannski fyrir svona 5 ára, þá var henni sjónvarpið eða eitthvað. Já, fyrstu myndina. Já. Mér finnst það bara algjörn mistraður. Já, hún náttúrulega geði eitthvað, 2 líka, sko. En mér fannst eitthvað með 3. Mér finnst 1 betri samt. Andy Garcia og svona fannst það flottur í henni. Og það er svo margir sem hata, sko, lokatrið. Mér finnst það svo geðvægt. Mér finnst þetta svo geðvægt. Mér finnst öskriðans rosalegt. Ég fæ alltaf bara gæsa á það. Það finnst þetta bara svo ótrúlega atrið. Já, og ég meina það er alveg margt sem ég fíla í henni, en sérstaklega að teka þær svona í röð. Já. Það finnst mér svolítið mikil munur. Nei mitt. Á 1 og 2 og 3. Það er líka rosalega tími frá því að 2 gerð. Já. Það breytist, ég held að það breytist líka rosalega margt þarna á milli, sko. Já, það gerir það. Það fyrir mig í Carlitos Way. Ríkandi. Hvernig finnst þessi mynd bara svona yfir höfuð? Hún kemur út... Eina mínum allra uppáhaldsmyndum. Já, hún er þar. Það er bara, þú veist, hefur alltaf verið, frá því ég sá hana fyrst. Hún kemur út 10 árum eftir Scarface. Scarface 83, svo ekki þessi 93. Og er þessi alveg bara myndir að setja á top 10 hér? Þetta er bara vannmettnasta mynd í heimi. Ok. Ég held hún að fara beint á vídeospóla eða eitthvað. Þetta er bara... Hún og Things to Do in Denver eru svona myndir sem ég aldrei skila okkur ég fengi ekki meira hrós. Með Andy Garcia? Já. Hún er drullutöff. Treat Williams er geðið okkur þeirri mynd. Steve Buscemi, geggjaður. Já, hann er geggjaður. Já, þannig að þú myndir setja hann þá ólegaður. Já, hún er bara, þú veist, Carlitos er á top 10 hjá mér. Alveg 110%. Og það er bara, ég er búin að horfa svo mikið ofta á þessu mynd. Þú veist, þegar ég var yngri, þá var ég að Björningi í félagið minn, við vorum alveg bara, við vorum húkt á henni. Húkt á þessari mynd. Það var þunnir eða eitthvað, það var alltaf að horfa á þetta eitthvað, þú vorum alltaf heima á mér að glápa á þessa mynd, það var alltaf í tækinu eitthvað með. Þannig að er hún ofar hjá þér heldur en Scarface til dæmis? Já, ég held það. Bara svona upp á, sko, tengingu við myndina. Þú veist, ég er bara búin að horfa svo ofta á hana og finnst hún bara svo fullkomin. Bara referensin í henni, bara, þú veist, one-linerarnir, Al Pacino, geggjaður, Sean Penn geggjaður. Ok, þannig að þetta er svona eina af þínum uppáhaldsmyndum. Já, ég myndi segja það. Já. Alveg easy. Hún er ekki eina af mínum uppáhalds. Nei. En ég er mjög sammálaður að því leitum til að þetta er rosalega vannmyndumynd. Já. Og mér finnst hún alltaf að falla í skuggan af Scarface. Já. Af því að Scarface er alltaf með svolítið stóran skugga. En mér finnst að þetta er Brian De Palma aftur, sem er líka frábær leikstjóri. Hann er alltaf búin að gera... Ég tengi alltaf Brian De Palma við sérstaklega auðvitað Scarface, Carlitos Way og Untouchables. Sem er geðveik. Einmitt. Ég þekki ekki alveg nógu vel eldri myndin hans. Hann ger hana Dress to Kill, Blowout með Travolta. Ég hef ekki séð þær. Ég sé Blowout. Það er svona fyrsta myndin sem ég sá sem endaði svona, já, ég vil ekki að spoila. Nei. En þú veist, hún er góð, sko. Já. Það er góð mynd, sko. Ég þarf að sjá hana. Þetta er aðmörgingi mynd, sko. Já, ég þarf að tjekka hana því að ég er alveg Brian De Palma maður. Ég er engin sérfræðingur í honum, en hann hefur gert nokkra mjög góða myndir. Ég mæli með henni með Stallone, sko.
Nei, er ekki Travolta? John Travolta, já. Ég mæli með henni, þetta er góð mynd, sko. Það var ógeðslega þegar ég sá hana, en í minningunni þá var þetta alveg mjög solid mynd, sko. Mér langar að sjá hana aftur. Já, ég þarf eiginlega að tjekka hana. Ég er alltaf svona leiðin að horfa á hana, svo bara hvernig gleymi ég alltaf. Þetta lítur að vera eitt af fyrstu myndunum hans bara. Já, hann ger hana mjög snemma á ferlinum, eða ekki bara verið fyrsta myndunum eða eitthvað. Já, hann gerir þess að auðvitað Scarface og svo gerir þeir aftur saman mynd 10 ár seinna sem er Carlitos Way og mér er alltaf þótt að frábær mynd. Já. Og þegar ég horfi á hana, því ég er búin að sjá hana nokkur sinnum, horfa hana reglulega líka og mér finnst hún alltaf að verða betra og betri. Og mér finnst hún minni mig pínu á það sem gerist með Goodfellas og Casino. Sko, segis ekki Goodfellas, svo kemur hún með Casino, 5 ára setna eða eitthvað. Mér finnst Casino alltaf falla í skuggan af Goodfellas. En málega Casino, ég meina, þú ert örugglega sammála því, að flestir á að fara út á götu núna myndi spyrja hvort finnst þið betri, Goodfellas eða Casino. Hann vil allir segja Goodfellas. En málega Casino er ekkert verið mynd. Nei, hún geðug. Mér finnst þess að Joe Pesci skemmtileg þeirri mynd heldur en í Goodfellas, þó hún sé geðugur í Goodfellas. Ég kefti sko Las Vegas Special Edition af henni þegar ég var í Las Vegas. Nei. Það var svona einhverjum stálkassa, svona Las Vegas DVD Edition Casino. Ég meina, hún er geðug, en og fylgdu 2 svona spilapenninga með í... Nei, þetta er svona nerd edition. Nerd edition. Ég er líka svo glaður ég fann þetta. Ég held ég að borga $14 fyrir þetta. Ég bara, núís. En þannig að þú ert sammála, hún fettur svona skuggan af Goodfellas. Hún gerir það og hún líka, hún kemur út þarna 5 ára setna og hún er svo ógeðslega löng og hún er svo ógeðslega íburðamikil og hún er svo ógeðslega vandlega gerð. Hún er ekki fyrir alla. Goodfellas er fyrir alla. Já. Mér finnst Casino ekkert verið mynd. Ég í dag setja hlið við hlið. Algjörlega. En með Carlitos Way, mér finnst það svona pínu svipað. Þá var þetta með sama leikstjóra, Brian De Palma, með Pacino aftur, nokkra leikara úr Suður-amerískan glæpamann. Já, svona svipað. Og mér finnst ekki sanngjarnt gagnvart Carlitos Way, hvað á fellur skuggan? Þetta er geðveik mynd. Nei, ég veit reyndar ekki ástæðan af hverju hún fell svona skuggan, eða af hverju, af því að skugginn á Scarface er svo svakalega. Já, en líka bara út af því að á þessum tíma, skilur, þá þarna búið að vera mörg ára á eitthvað svona lélegum 80s og 90s glæpamyndum, skilur, Fatal Attraction og svona myndum. Það komur svona geða trend í bíómynda, svona historinni eða svona... En bannað drullu við Basic Instinct? Já, ég ætla ekki að drullu hérna, þú veist hvað ég tala þetta er svona ákveðið sjónra bíómynd, þetta er svona erotískar slassermyndir, skilur, þú veist, og það kom bara geða sjónra þessu. Og ég held bara að kalla þetta Sliver og svona. Já, geggjum mynd, ég fíla hana í bótt, sko, en þú veist, ég held að hún hafi bara fallið í skuggana út að hún var bara, ég er alveg vissum að Carlitos Way hefði komið út nokkrum árum áður, eða nokkrum árum setna, þá hefði hún fengið miklu meiri athygli. Já, það er eiginlega rétt hjá þér. Þú veist, ég held að hún hefði bara lent á svona leiðilegum tíma í kvikmyndum, bara, þú veist, Tarantino er ekki búin að koma, þú veist, hann er, þú veist, svona... Jó... Er Reservoir Dogs komin út af það? Reservoir Dogs, er hún ekki 92? Hann er nýr. Hann er nýr. Það er svona eitthvað að breytast. Það er svona glæpa, dóttar að koma þess aftur inn svona þetta gangstudótt. Því að þú veist að líka það sem ég ætla að minnast með Scarface aðan. Að Scarface er þessi típiska saga af gauður sem byrjar á botnunum. Svona rags to riches saga. Já. Goodfellas er svona, Casino er svona... True Romance er svona, það er bara ágæslega margar svona glæpamyndir, skilur, sem bara, þú veist, þú gerir eitthvað, ferðið eitthvað, klúðrar eitthvað, skilur, þú veist, Blow og þessar myndir, þú veist, þetta er svona þessi kokteil. Carlitos Way er ekki þessi klassíski kokteil, þú veist, og hún er öðruvísi. Þetta er líka ástarsaga, þú veist, og þetta er svona gæi sem er að koma sér út úr bransanum og bara byrjun atriði þegar þú kynnist Carlito Brigante, skilur, í réttasalnum. Þetta er geðveitt atriði. Hann er bara, þú veist, ég er alveg sem hann að spinna þetta atriði. Það kemur ekki að dóra, það er bara bræðið til bara, þú er bara snarruglar átt að fara ríða kjátt í dómarinn og það er svo gott atrið og gaman að sjá kynningan og þegar hann fer í frakkan maður, þú veist, hann er búin að vera í fangelsi í 20 ár, skilur bara, þú veist, það er líka gaman að því að við tókum þess að við ætlum að taka hérna í Scarface og ég segi eitthvað við, já, við förum eitthvað líka eins út í Carlitos Way. Þá segir þú eitthvað, já, ég ekki bara taka það báðar, sem er alltaf var góð hugmynd hjá þér, að þessar myndir það er svolítið gaman að sjá hvernig það er spilast saman. Að því Scarface þetta með hann unga gæja sem vil bara fara på toppin, hann byrjar á botnum og vil fara på toppin, en það er ekkert andstæðan við Carlito, í Carlitos Way, að því þarna þetta með sjóaðan gæja, hann búin að leika í bransunum, við fáum ekki svona sjá hann í bransunum.
og hann bara... Það bara referensaði bransinu. Já, hann bara talaði eins það, við fáum aldrei að sjá hann þegar hann var upp á sitt besta í þessum bransa. Ekki með ára og 2. Hún ekki til í mínum huga, ég mun aldrei sjá hana. Ræðileg. Og já, Carlito Way, Rise to Power. Já, ég ætla aldrei að sjá það. Ég held sér drast. Ég veit ekki þetta, ég bara hata þess að mynda strax. Já, ég held að sé það. Ég sá bara trailerinn og ég alltaf aldrei að sjá. Hata hana strax. En það bara svo flott að sjá, þú veit með hann gæja, Carlito, hann er búin að læra sína leksju. Þetta ekkert spennandi líf að vera eitthvað dröggbarón og eitthvað svona. Hann missir hann í konuna sem hann var ástanginn af út af þessu kjaftaði, hann bara fer í fangelsi, kemst út til 5 ár og hann er bara breyttur maður. Og hann vill, það andstæðan það sem hann vill við til dæmis Tony Montana. Og það svo gaman að sjá að reynsi hjá Pacino, þetta alltaf brjálaði leikari, að hann getur leikið bæði. Með hann klikkaði gæja, loose canary og kjaftu alla, svo með aðeins meira cool gæja í Carlito sem bara klárari. Hann búin að læra sína leksju. Svipur típa eins og leik í Heat, svona rólegur yfir... Hann var samt over the top í Heat maður. Veistu það? Já, en Michael Mann líka sagði hann að gera það til þess að vera... Mér fannst það samt alveg svolítið svona cool collective, en þegar hann þurfti að vera overskilur, fannst það samt alveg að vera svona cool and collective þegar hann þurfti þess. En já, hann var alveg klálega þegar hann byrjaði að öskra. Já, líka því ekki vera mikið út fyrir þetta efnið, en þegar hún talaði um Heat, það einu mínum uppáhaldsmyndu. Mér finnst De Niro vera þannig. Mér finnst De Niro, Neil McCauley karakterinn var líkari Carlito heldur. Ég kannski ómikið að hugsa kaffi atrið en það þeirra... Já, hann cool þar. Ég kannski aðeins ómikið að festa með því. En þar var Michael Mann sem sagði bara við Pacino, herðu, hvað meira, að því hann vildi að vera svo mikil andstæð við De Niro karakterinn. En það er svolítið flott að sjá Carlito, hann er meira cool á því. Hann er ekki líkur Tony Montana, finnst mér. Og svo gaman að sjá að það sem hann vill í þessari mynd er svo ógeðslega einfalt, en það er svona eitthvað svo fallegt við það. Ég veit það. Hann vill bara safna sér smá pening, flytja til Bahamas átna bílasölu. Bílalegu. Já, bílalegu. Vinur hann sem eitthvað bílalegu. Frendans eða eitthvað. Já, gengur bara vel. Hann getur keypt sér inn í það fyrirtæki. Þetta er draumurinn hans. Ég held að það voru $20 eða eitthvað, sem hann keypt sér inn í... Nei, 75.000. 75.000, já. $75 að getur keypt sér inn. Þú kemur ljós, hvað er landsins á hann? Já, það er góði. En mér finnst það svo flott. Þetta er draumurinn hans. Þetta er ekkert eitthvað flottasti draumurinn, en ég er að tengja svo við hann, því að Carlito er bara elda sinn draum, og þetta er alveg heilbrigður draumur. Þetta er ekki svo hjá Tony. Og eina ástæða fyrir hann klæði sig eins og hann klæði sig svona, hann er að taka fötin úr, fangagifslunni, bara, fötin sem var handtekinn í, bara, sem er bara leðufrakki. Þetta er bara fötina, svona áhengin önnur föt, Svo fer hann aðeins flottar föt að líður á myndina. Já, svona, skiptir að þetta er alltaf svona sami stíllinn, hann var bara í fangelsi þegar þessi tíska var bara, mér finnst það svo cool líka, hvernig var einhvern veginn, vinur hans kemur og sækjar hann og Louis Guzman kemur og sækjar hann, geggju típa í þessari mynd. Hann er líka skemmtileg leikari. Geðveikur leikari. Það bara virkilega vanmetið leikari líka. Og hann geggir out of sight. Já. Og þegar hann kemur og sækjar hann, og bara allur feelingurinn kom í gamla hverfið og svona krakkar að leika sér í bruna hana, skilur og lappa svona í gegn, og Svo líka eitt Carlito Way sem ég gleymi alltaf, alveg sem ég er búin að sjá hana á. Hún gerist 1975. Ég gleymi því alltaf. Já, ok. Nákvæmlega. Það er eitthvað sem ég var bara ekki búin áttum á. Nei. Það var hvað búin að sjá hana. Ég veit það. Ég fannst eins og hann væri bara að gera snændi, Já, mér fannst það líka. En svo þegar þú pæliði, þá var margt sem meika meira sens. Já. Fötunum og svona. Já, mér fannst einmitt, Billy Blanco, Benny Blanco frá Bronx, hann var einmitt svolítið svona, kannski ofur mettildólkarlegur. Já, og gæjarnir líka í atrinu, þegar hann fyrir með frænda sínum, sem það frænda sér drifin, Carlito. Já, reyndar, þeir líti allir út þessu eins og 70's gæjar. Já, reyndar. Ég held ég bara aldrei áttum aðeins, og ég sé þessa mynd 7800 sunn. Já, það er búin að sjá hann ógeðslega oft. Já. Svo var ég bara eitthvað, hún gerist tæknilega sér fyrir Scarface. Þetta er einmitt líka máli, Ég myndi að Scarface að gera þarna, Og hún var svona clean og, svona, var erfiðar að reenacta þennan 7., 8. og 9. áratug, Það er bara svona, hún er líka miklu meira clean. Já, meinaru að því að Scarface gerist 1980 og gerð 83? Já. Svo þú ert með hennan, svona rugged liti, út með þessa liti, þessar grein í filmunni og svona, í Carlito Way, það er bara með high production value og öllu, það er bara allt crisp og flott En það er líka eitt sem er sameiginlegt, þessar myndir, fyrir alltaf Pacino og allt þetta. Þetta eru bárúslega flotta myndir. Þannig að Brian De Palma hann kann leikstýra. Og bara svo atriði
þegar hann fer inn á púrstofuna með frænda sínum. Það bara, já, ógeðslega flott atrið og það er líka enn og aftur, þetta er bara gott, solid atrið, vel skrifað, vel leikstýrt, vel klippt saman, það er svo mikil uppbygging í því, það er svo mikil spenn í því, þú veist, hann labbar þinn, Carlito, og sér eitthvað, hann er strax, þetta er old school, gangster, hann þekkir þetta, hann kann að trikkin í... svona ungur og vitlaus og svona til í allt. En Carlito fer hann inn og hann bara fattar strax, það er eitthvað í gangi hérna. Sér gaurinn á klósetturina. Sér klósetturina, aðeins hún er opinn eitthvað, þeir segja sér eitthvað bila, hann get ekki fara á klósettið og eitthvað svona. Og Pacino leikur þetta svo vel, þannig að hann er svo ógeðslega góður leikari. Ef þú býr til eitthvað svona þrep fyrir leikari eftir hversu góður þeir eru, þá er eins og Pacino og De Niro. Þegar þeir eru sitt besta, það er mjög fáið sem komast nálægt þeim. Eiginlega, sko. Já, það er líka, þú ætti að leita mjög langt aftur til að finna episka leikara, bara þú veist. Já, einmitt. Og ég var að hugsa það líka, ég ætla ekki að fara langt út úr öðnin, það er svo sem allt í lagi stundum, en ég er búin að hugsa rosalega mikið, sérstaklega þegar ég byrjaði með þetta podcast og byrjaði að velja þessar myndir og svona sem að mér langar að tala um og svona, að ég fór svona að hugsa þessa leikara, þegar mikið af þessar myndir sem ég er að tala um er kannski 90s myndir, 80s myndir, að því mér finnst þær bara oftast að vera betri en margt sem er að koma í dag og þá fyrir ég að hugsa þessa leikara, svo Pacino, De Niro, þessa gaura. Í dag, mér finnst einhvern veginn eins og það er, ég veit það er einn leikari sem mér finnst að vera eitthvað svona up and comer, eitthvað svona ungur, sem ég er bara svona, vá, þessi geti komið svo sama level, og De Niro og Pacino, eða Paul Newman til dæmis. Það eru fáir, eins svalir, Robert Redford, þeir eru ungir. Paul Newman ungur, ógeðslega töffleikari, góður, hann var líka góður þegar hann var gamall. Það er einn leikari sem ég stöður í dag, sem á eitthvað í þess að gauðra, mér finnst einhvern veginn vanta, ég veit ekki hvort þið sammála mér, mér finnst vanta svona high caliber leikara sem eru rosalega góðu leikarar, en eru líka stjörnur. Pacino og De Niro, svaka leikarar, líka stjörnur. Mér finnst vanta einhvern í dag, mér finnst einn leikari í dag, ég ætla að segja hver það er sem mér finnst, það er Tom Hardy. Mér finnst Tom Hardy, ég veit ekki hvort þið sammála mér. Mér finnst það nefnilega, því ég er búin að horfa svolítið á marga myndir með honum. Mér finnst það mjög áhugaður leikari, hann velur svo skemmtilega myndir. Og mér finnst hann hafa þetta intensity. Hann velur svo líka alveg hrútleðilega myndir, sko. Já, stundum. Já, stundum, sko. Hann hefur valið sér góð hlutverk, hann hefur valið sér alveg glötu hlutverk. Já, ég er ekkert að segja það alltaf, hann sé alltaf einhverjum góðum myndum. En, og reynda DiCaprio, ég reynda að setja hann líka á þann stall. Hann til þess vel sem mjög góð hlutverk. En sem svona einhver leikari sem er með, það er eitthvað svona intensity í honum, eins og með ungan De Niro, ungan Pacino, eins og í Scarface eða De Niro í Goodfellas eða Raging Bull, svona gömlu myndum, Taxi Driver. Þú ert ekki mikil Tom Hardy maður? Jú, en sko Tom Hardy getur brugðið sér í alls konar sko líki, getur orðið, sko það er það sem er flott við hann, hann er ekkit sko ræður við að taka þessu hlutverk þar sem hann er ekki tough guy og hann tekur þessu hlutverk líka þar sem hann er bara mannlegur, skilur. Svo er hann góður í tough guy hlutverkinu líka, þú veist. Ég vildi bara óska þess að hann myndi velja sér svona aðeins betur hlutverk, þú veist, það er hérna... Hvaða hlutverk getur með svona sem fyrst alveg bara... Bara þessu Venom, skilur, bara þú veist, fucking hlutverk, sko. Ok, það er hræðileg mynd. Hann er hræðilegur í henni, ekki reyna að verja hann, sko. Bara þess að bara ég ætla ekki að slusta á þetta. Þú veist, ég þól ekki þeirra leikar að er með eitthvað svona svo var hann Venom og bara svona, nei ég ætla ekki að reyna að verja hann Nicky, Adam Sandler Little Nicky bara svona ræðilegt dæmi sko. Ok, ég ætla ekki að reyna að verja hann okay. En það sem minnst einkennan er þetta, hann er með eitthvað svona intensity sem fáið leikar eru með, sérstaklega í dag finnst mér og minnst hann einn af fáum leikurum sem getur verið bara karakterleikari eða stjarna Ég með þú horfa hann í Mad Max geðveikur geggjaður þeirri mynd og það er eitthvað stór mynd fullt af eitthvað aksjón 12 orðið henni eða Já, það er satt Það skipti ekki máli, hann var úrslega góður Já, hann er góður í Hann passaði bara ógeðslega vel Passaði vel í myndina Svo var ég að horfa á daginn mynd með honum Legend Svo stóð hana sem leikur týpura Nei, kreisbræðina Nei, ég er ekki að sjá Ég er bara sá hann bara fyrir stuttu Sá hann aldrei sín tíma og fekk ekki spes dóma Australian bara lítur svo hræðilega út Gat ekki ímynda mér finnst hann í þeirri mynd það er kannski eitthvað lið sem að hlusta nú þáttur er bara hvað er aðeins og gæja, hann er fáið Slekkur Já, nákvæmlega slekkur á þettinum Mér finnst hann í þeirri mynd Já að ég fór líka að hugsa, ég bara, vá, djúl er þetta góðu leikari hann leikur þannig eitthvað týpura
og jú, þú getur kannski sagt að sé svona annar típun sé smá svona fígúra en það bara eitthvað, þetta oft í augunum á svona leikurum, þeir eru bara með þetta og mér finnst hann vera með þetta þannig já, ég ætla ekki að fara svona en já, Tom Hardy er klárlega flottur og mér finnst DiCaprio náttúrulega bara fyrst mér bara einn okkar fremstu leikarinn í dag fyrst mér sko já, og ég er spenntur að sjá DiCaprio til dæmis líka þegar hún er eldri já, en mér finnst ég laka líka bara til að sjá DiCaprio taka hlutverk sem er ekki það má alveg fara að taka hlutverk sem er aðeins út fyrir ramman hans sko, þannig er búin að leika rosalega mikið núna svolítið svona sterka karaktera það verður gaman að sjá hann leika einhvað svona eins og þetta Paul Newman leika alltaf kúlhendlu eða eitthvað svona flotta típur sko en það verður gaman að sjá hann leika eins svona hvernig verður þetta dramatískara hlutverk var kannski til að sjá hann leika kannski en mér var það ekki bara í Revenant jú, það var kannski einu móf kannski það er eftir alveg hvað sem ferður bara þunglindismynd það er bara, er hann étin að byrni og bara stingur og það er ég held ég veit hvað þú tala eins og kannski eins og This Boy's Life svona þannig sem hann gerði þegar hann var yngri ég var til að sjá hann aftur sko eins og það er Robert De Niro verið Awakenings og svona með Robert Williams og svona skilur og sína eitthvað svona aðeins aðra hlið á sig sko, það var gaman að en hann er samt hvað er DiCaprio, hann er ekki 46 ára eða eitthvað best aldrei já, ég er ekki sem svona gamall en ég held nú að Tom Hardy svo aðeins yngri en hann en svona hver er 30 í dag þar sem þú ert bara wow, þessi gaur mér finnst það ekkert mikið það nei, ertu ekki svolítið sammála ég hef alltaf verið að bíða svolítið þegar Jonah Hill komið aftur með eitthvað svona eins og Wolf of Wall Street en það er ekkert komið eitthvað með nei, það er þetta fýtleikari hann er fýtleikari og flottur í þannig að tekur sér eins og í Wolf of Wall Street komið mikið á orð já, algjörlega, Moneyball líka já, ég ætla ekki að fara langt út ræðið við erum að tala um Carlitos en svona er þetta, maður byrja að nördast um einhverja bíómyndir nördablaður þetta nördablaður já, mér fannst það bara Pacino í þessar mynd, hann myndi mig á það bara hvað er einn góður leikari af því ég horfði á Scarface og horfði á Carlitos Way þessu ólíka myndir, ólíki karakterar og eins og það aðri, og við talum það þegar frænda sér drepinn, hann fer hann á klósett hann skýtur fyrst okkur að gæja svo fer hann á klósett og hann svona slekkur ljósið og hann er búið með skotin og hann er eitthvað svona öskra inn í herbergið Here comes the pain já, here comes the pain og motherfuckers, I'm reloading og eitthvað svona og hann er svo mikið svona peppa sjálf þessu upp og svo fer hann eitthvað svona út og svo bara sleppur hann, það er engin hætta en allt atrið er svo spennandi allir eru dauðir eða rótaðir já, einmitt en þetta er allt atrið sann svo spennandi hvernig er þetta allt byggt upp það er líka sko, þá spólar hann aðeins á afsér vaffaðist takkinu tilbaka sko þá er náttúrulega sko bara þetta er uppáhald setningin í myndinni sko það segir, hey Carlito I heard of you man you've been running smack with Rolando little bit I heard you're fucking kings man og gaurinn hlær og þetta er ljótast hlátur hver hlær? þetta er algæðin hann vondi gæðin? já, svo segir hann it's time for some business já og þá fer hann með frænda í einhverju ískistu á meðan hann að gera töfrabræði með sko púluna sko og það er líka svo cool gæðin heldur hann og svo bara bombar hann kúlun í hausun á hann og þetta er bara svo tekur byssuna og slemur upp með byrjarkjöðunum og svona þá er hann búin að drepa frændan já, og skorun á háls það er líka brútal dót sko og geggja atri þetta er ekkert ógeðslega langt atri en það gerir svo ógeðslega mikið í þessu atri og þannig að nýkomna fangelsi þetta er bara daginn eftir ég veit það þetta er litla frændur og hann byður litla frændur ekki ég var að koma út hann bara please ég var algjörð legendary með Carlito Brigante verða að koma með mér en það er líka kannski eitthvað sem mér finnst verða honum að falli í myndinni Carlito og það er, ég fór hans að hugsta að hann er loyal to a fault og það er mér finnst stundum við sér smá meðvirkni að því sem er löffrækinn, Kleinfeld Sean Penn er náttúrulega geðveikur í þessari mynd ég elska Sean Penn í þessari mynd ég vildi óska þess að ég var að fluga vekk þegar Brian De Palma er á útskýrunum hlutverki ég vildi bara óska þess, bara heyra hvernig Sean Penn en hvernig hann vildi takla það sjálfur þú ert að leika mesta slísbæk lögfræðing á jörðinni túberða, þú ert krullað hár þú ert mesta skít bara kókaus og bara, mér langar svo það er svo áhört að vita bara hvernig og svo var hann að sé bara, hérna er svona reference sem við erum að spá ég að láta þið vera, skilju, út af því að
Hann var óþekkjalegur í saman. Ég veit það, hann er óþekkjalegur. Og hann er geggjaður. Já, ég man ekki eftir annar mynd með honum, Sean Penn. Nei. Það sem hann hvarf bara svona alveg einhvern veginn inn í, því hann er alltaf frábær leikari. Breytti mér þess að röddina, sko. Já. Hann er svona... Já, nákvæmlega. Rótt ekkur, já. Hei, Kalita! Þannig bara geggjaður í saman mynd, sko. Hann er svo ógeðslega skemmtur, það er svo gaman að horfa á hann í þessari mynd og þeir tveir saman, það er brjála kemistrar milli þeirra. Ég horfði hann með konun minni fyrir bara way back, sko. Já, var hún að sjá hann í fyrst skipti? Já, bara 15 árum síðan eða eitthvað, sko. Já. Hún vissi ekki að það var í sjónbæn. Nei. Hún og þegar ég sagði hann að það var í sjónbæn, hún var wow. Ég vissi ekki, þannig að hann er meðalið skilur eitthvað hann er prosthetic nef, skilur. Nei, er það? Eða ekki, mér finnst það. Að hann ekki sem var í gangsterskot, mannstur hún þar? Hræðileg mynd. Það var með prosthetic nose, það var hræðileg. Finnst það svona að hafa verið með einhvað svona, eins og ég hef einhvern tíma séð einhvern tíma, hann hefur einhvað aðeins verið gert við niður hann. Mér fannst það þetta ekki... Það getur verið að það bara verið glerun á hárið hann. Já, en hann er óþekkileg í þessari mynd. Hann er óþekkileg, algjörlega. Og það er samt svo gana að horfa á þessari mynd. Það er bara, þegar hann gerir svo mikið fyrir þessa mynd. Rosalega mikið. Ef hann var ekki í þessari mynd... Það var samt góð. Hún var góð, en hún var ekki á topp 10 á mér. Ég er alveg viss um það. Ég er bara, hún hefði ekki setið svona mikið í mér, sko. Hann býr til, hann ýtir dóminanum á stað sem býr til myndina. Já. Hann gerir það. Og þar kom við inn á það því að hann hjálpa hann út af fangis, hann bjarga honum, hann kemst út til 5 ári stafir 30 ár. Og Carlito segir bara að ég skuttaði bara tvílíka greið og eitthvað. Þannig að seinna í myndinni, þegar Kleinfeld, Sean Penn, biður hann að koma með sér í eitthvað fucking fáránlegt plan. Hellaðasta mission. Já. Bara, þú veist, Alcatraz eða eitthvað, bara, þú veist, bara glataðasta mission í heimi. Og bjarga einhverju mafjubossa úr sjónum, eitthvað hjá Rikers. Með sínan. Með sínans. Og hann bara segir við Carlito, bara, hei, þetta er ekkert mál, fyrir bara bátnum vinum, pekkum hann upp. Þetta er fáránlegt plan. En Carlito, að hann er loyal to a fault, hann er alltaf tryggur og hann veist á skuldunum svo mikið. Einmitt. Eins og mér varst eitthvað Penelope Ann Miller, hún er skemmtileg sem mynd, sem leikur Gail. Já. Og þetta er leikon sem ég reyndar ekkert sé mikið nýna. Ekki mikið, nei. Ég man alltaf eftir nú sérstaklega 2 myndum. Það eru þessari og The Shadow með Alec Baldwin. Banadrillur hana. Ég bara man ekki þetta. Nei, okay. En ég veit hvað mynd það er, sko. Já, og svona overitju eitthvað dæmi. Hún var í þeirri mynd. Með Alec Baldwin, já. Mér varst það skemmtileg. Já. Og svo fólk núna eitthvað bara, er það djóka, það er hræðileg mynd. Hún ætlar ekki eins og Shadow með Billy Zane, mest þetta er henni. Nei, þú ert að tala um The Phantom. The Phantom, já. Hún er meira svo slæm í minningunni. Hún er bara sístíma. Ég þarf svona að horfa á aftur. Ég er svona alltaf á leiðinni. Hún er bara, ég með Amazon Prime heima. Já, er hún þar? Ég sé hana. Amazon Prime með sérstakar myndir, sko. Það er svona fullt af fínum myndum. Já, fullt af skrýttum líka. Og hann er með hann að ringa eitthvað og svona framan í cover eða eitthvað. Í svona fjólblá. Semi-gimbúning. Já, fjólblá búning, eitthvað svona leotard með eitthvað svona grímu og ég maður slítið eftir henni. Já. Og ég er alltaf bara, ég verð að horfa á hana. En það er ekki séns að ég geti hort hann með kærustunni. Gleymdi því. Hvað var að tala um samt? Já, Penelope Ann Miller. Mér finnst hún svolítið skemmtileg í þessari mynd. Og mér finnst karakterinn hennar skemmtilegur. Og hún segir líka við Carlito, þú skuldar hann ekki raskat. Nei. Lögfræðingnum. Ef hann er bara hlustað á hana, þá hafði hann lifað að myndina. Einmitt. En það verður svolítið falli. Það er þetta, já, þetta er vinur minn, ég þarf að gera það sem hann beðið mig að gera, allt þetta. Og í staðan fyrir að segja bara lögfræðingin, ertu geðveikur, þetta er fáralt plan og ég er ekkert að fara með þér í þetta. En hann er svo tryggur, hann varst að skulda honum eitthvað. En eitt annað með Penelope Ann Miller, mér fannst það samband svolítið skemmtilegt líka, hennar og samband hennar Carlito. Og hún er líka eins og þú sagðir, hún er svolítið rómantík í henni. Þetta er bara rómantísk. Þetta er glæpamynd, sko. Já, hún er til dæmis töluvert rómantískari heldur en ég man í minningunni. Það er að horfa hann og svo dansa tala svona geðt. Og þau eru alveg sætt saman. Já. Og mér finnst alveg flott aðeins líka, hún segir ekki, já, ég er að dansa þetta og hún skammaði sér ekkert fyrir það, svo kemst hann aðeins eftir eitthvað svona strippstæður og svipur hann á Pacino, hann lappar eitthvað inn og hún eitthvað bara berbrjósta og hann er bara eitthvað svona, hann er svo geðið hissa, svo styrst þau eitthvað niður og tala eitthvað saman. Ég fílaði hana, hún skammaði sér ekkert fyrir það. Nei. Af því hann er fyrst eitthvað, já, hvað, ég held að vera og svo fyndi líka með oft svona típur. Hann bara hvað, þú þýttur að strippsta? Morðingi, dópsali. Alltaf við komum með eitthvað svona rosa, siðferðið þarna, sko. Já, það er alltaf svo fyndið líka. Svo er þetta oft svo miklu hræsnarar. Já, svo áaldrinett, þú veist, kallar að gamla skólanum, áaldrinett sama við konur á við þá, sko.
eins og í Scarface, svo algjör kallarembu svona já, ímynd, sko, sem svo líka svo fyndi eins og þetta, ég held þessi skárra að vera berbrjóst ykkur staðar heldur en vera að selja dóp í kílótali eða drepa menn en það er ein setning, ég skrifaði það líka niður um mér það er ein setning sem sögði myndinni, ég var búin að gleyma henni reyndar en mér var svona ógeðslega töff hann segir, og þetta er líka setning sem að í rauninni, hann segir hann sjálfur, Carlito og það er rauninni þetta sem verður hann á falli hann segir, a favor is gonna kill you faster than a bullet og það er rauninni það sem gerist hann gerir þessum lögfræðingur eða og hann bara borgar það með sínu lífi í rauninni, ef þú pælir því ok, þó Benny Blanco skjótan þá allt þetta mafíudóta eldan hann á lestastöðinu og eitthvað svo leiðis að mér varst það svona töff setning það var svo við Carlito og það kemur líka inn í þetta breytti tímar þú veist, það er bara komið massivt mikið kókain út allt, það er bara, þú veist hann er vinur hans á okkur klúbbarna sem hann tekur síðan við og glemum ekki Viggo Mortensen líka hann er geðveikur þó hann sé bara í 4 mínútur Lalín sko og það er svo flott atriði sko út af Carlito er bara hvað í fjandanum er hann að gera á hverju hann að koma að hinga nú geðveitt grunnsamlegt líka þetta þú gjör í fangelsi fekk 30 ára dóm sem allt bara mættur hann einhverjum 4 ára setna já bara þetta ég er hjólastól svo var hann líka svona mikið svona gerpir já og hann á líka verið eitthvað svona Puerto Rican eitthvað þú finnst að sjá Viggo Mortensen er hann ekki danskur jú var hann ekki vel takk í minni við neða ekki það hann var svona skítut ljótt skegg eitthvað hann er svo aumingilegur, skítum, jakkafutum skotin í baki eða eitthvað var lama og hann eitt sem hann segir líka, hann segir hann satt alltaf í mér, tengið það alltaf við þessum mynd eitthvað, look at me Carlito, I can't walk, I can't hump þannig að hann segir hump I can't hump það er eitthvað svo aumingilegur og líka það að Carlito bara lappar hann og segir bara, þú er bara búin þú er bara aldrei svíkja vini þetta var bara síðast þú ert ekkit eftir sko og hann skilin eftir, búin að rífa hann að mikrofónu og maður bara þú veist, það er við datri þú veist alveg vorkendur mikið hjólastól eitthvað og hann segir líka eina góða sendingu, ég skrifa hann ekki niður mann ekki orðið rétt, en hann segir Lalín, Viggo Mortensen segir eitthvað þegar the streets, þegar gatan er á móti þér eða götu heimurinn ef hann virkilega hata eða þá setur hann ekki í líkistu setja í svona stól af því það er fyrir marga verra heldur en að vera hreinlega bara drefin já, það er hreinlega gott að mér fannst eldigileikun í lokin geggjaður og það er svo töff stef þegar mafían er komin að þetta og stefið, tónlistastefið sem er í lokin ég man alltaf eftir þessum mynd mér fannst það svo töff, það kemur henni bara það líka monologi hans í lokin þegar hann liggur alright guys, last call bars closing they know to put me in a hospital when there's a young kid það er mjög töff hvað finnst þér svona voice-over í bíómyndum? þarna dyrkaði það sko bara á yfirleitt finnst mér alltaf lagi sko ég fyrir ekki að það alveg sko þú veist, þetta er svona þú veist, það finnst náttúrulega eftir hvernig það er gert það er bara mismöndi þú veist, að menna oft hefur maður séð það illa, skilur. Já, af því mann er kent í rauninni eins og ef maður er að skrifa handrit og þótt eða að forðast þetta. Af því bíómyndir snúa svo mikið að sína, ekki segja. Það voru 70s eitthvað svona. En málið er, þráttur það, ég skil af hverju maður ákast ekki að nota þetta og ofnota þetta. En mér finnst alltaf, ef þetta er vel gert, ef þetta er góð mynd, þá finnst mér þetta alltaf vera mjög skemmtilegt. Step by Me og svona, þegar hann er að narrita Goodfellas sem mitt og... Ég myndi að Goodfellas á þess að sé... Það er erfitt með að gera það, sko. Það er svo ekki Casino, kemur ekkert svoleiðis í Casino. Jó, þetta er líka Casino. Þá ertu með narration frá mörgum, De Niro einmitt, já. Og Pesci. Já, þau eru að narrita ákveðu tímambil. Já. Einmitt, já. Það er rétt. Ég er bara að gleyma því. Já. En það virkað. Sjálf Stone síðan narritar, já, einmitt. Þú er búin að gleyma því af því að það er svo mikið partur af myndinni. Já. Það er ekki það verður bara partur af þessum 30 tíma mynd, sko. Já, einmitt. Það kom ekkit jú, hann talar endur Gale, hann talar mikið er svona reminissa hann, svona talar við sjálfur sem hann og svona. Já, það er alveg svona voice-over í rauninni alla myndina og mér það alveg passa. Eins og hann hendur hann að Benny Blanco niður stuði, hann er bara, now you've done it. Já, einmitt. En hann er líka geggjaður. Þú ertu bara komin aftur inn. John líka saman.
Benny Blanco from the Bronx. Ég elskan. Mér finnst ógeðslega töff þegar hann að tala við Carlito. Og Carlito segir eitthvað svona, you think you like me? You a punk, you a motherfucker. Svo segir hann líka svona, hann hittir hann fyrst og það er bara svona mjög kurteist og bara svona, og hann segir hann sem mikill aðdáandi, svo kemur hann aftur á klubbinn og hann með einhver leiðindi og hann kemur gaurinn að það er Benny Blanco, hann er með leiðindi hérna, Carlito kemur og hann býður hann að sitjast niður hjá og hann segir svona, hey Carlito, do you remember me? I don't even remember when I blew my nose. Og þetta er mikið svona bug, sko. Ég veit það. Þetta er mikið diss, sko. Og svo tekur hann og rífa hann og skilur eitthvað svona fyrir framann. Alla, sko, og bara... En pældi, hann hefði kannski getað bjargað sín eigin lífi, hann hefði bara sest niður með honum, left honum að tala við sí Gaurinn, þú veist, hérna... Nei, ég er þannig fyrst. Já, Guzman vildi bara drepa. Ég er þannig fyrst, hann kemur tvisvar staðinars. Já. Og fyrst það var bara, hey Carlito, mér langar bara að pick your brain eitthvað, 2 minutes. Ef hann er bara sest með honum, sýnt honum smá respekt. Já. Og svo setna, hann gerði það ekki, Nei. svo setna meir, þegar hann ætlar að taka kæristuna af Kleinfeld, stelpan sem vinna á staðunum Carlito, þá hefði hann átt að drepa hann. Hann líka veit það sjálfur. Hann sagði það líka bara við hann, þegar Guzman var með hann bara núti, bara, á ég gera þetta, ekki, þú veist. Þar tapa hann í rauninni líka hann náði ekki ákveð sem hvað hann ætlaði að vera, sko. Hann náði ekki ákveð hvort hann ætlaði að vera glæpamaður. Nei. Og hann var búin að ákveða að ekki vera það, skilur. En hann þarna hefði þurfti að ákveða bara, ok, það er alveg að fara núna. Þetta er að drífa mig, skilur. En hann fór ekki strax. Og það líka verið eitthvað svona krimmi, myndi ég halda. Þú getur ekkert með annan fótinn. Nei. Skilur. Það er líka svolítið munurinn á henni og Scarface. Scarface er hann all in, þannig er hann að komast út. Já. Og þess vegna er svo sorgleikt þannig að hann endar út en hann er að komast í burtu, þú veist. Og hann gerir þannig sér ekkert aðeins sér, skilur, hann er að reyna að gera gott, skilur, hann kann ekkert annað, þú veist, eins og þegar hann tekur byssun og kýla hann að hann eða stiga hann, þú veist, og þú veist, þá vissum við bara svona, ok, hann er all in í þetta núna, bara, þú veist, og það var svo mikið að reyna að fá peningan að reyna, þú veist. Já, það er bara svo, við þessa mynd, að því hún er alveg romantísk, og hún er líka sorgleg, að því í lokin, þetta er að leita svona endum í bíómyndum þar sem að ég var bara eitthvað svona ég held svo með hann með langa þessu lögfræðingurinn svo líka sko, það var svona hluti sem fór alltaf í töðunum lögfræðingurinn vildi alltaf bara láta hann peningin ég læti bara á peningin en hann vildi eitthvað svo mikið vinna fyrir sig sjálfur eitthvað svona svo hafa með eitthvað svona respekt fyrir sjálfur sér eitthvað líka já, þetta er alltaf eitthvað svona kód já, maður bara takti bara peningin og farði einmitt þú veist, mann þótti bara væntum hann þótti bara væntum Carlito þú veist, það var svona, þú veist ex-thug, skilur við, samt að reyna að vera góður og var búin að finna ástinni í lífi svona aftur og búin að þau orðin ástökinn aftur og svo finnum maður bara eitthvað með svona þetta fer í svona spæral, bara að byrja að spýra bara, hann drepur hann það gaurinn í sjónum skýtur, skautar ekki sonans við sjáum að ég reyna ekki það að drepa hann er væntalega að lama henni í hausin eða eitthvað hann landi sko gamla mafjósun í hausin þegar hann var í sjónum já, Sean Penn lemur mafjósun í hann er búin að drepa á sonin hann er búin að drepa á sonin já, Frank Junior eða eitthvað sem var ógeðslega fyrir tíma svona hallarastlegur svona mafjósi já það er svona ekta karakter það er svona gaur sem myndi segja veistu ekki hvað pabbi minn er hann var drepinn í skipinu bátnum af Kleinfeld og svo drepur hann mafjós og bossan það er samt alveg það geta allir hann tekur svona kúpin og hann bara svona lemur hann í hausinn Var þetta ekki dóttir sem var að draga hann með? Nei. Það var ekki það? En það er samt ekki, ég er ekki hissa að halda verið það. Já, af því að það er sem að Pacino réttur hún. Einmitt, hann er að draga hann. Já, dregar hann borð, þá kemur Kleinfeld og hann er bara eitthvað svona, heyrðu, farðu eitthvað, við erum að fara eitthvað taktu í stýrinu eða eitthvað svoleiðis. Þá var hann með kúpin. Einmitt. Og hann lemur hann í hausinn. Það er sem ekki heift í þessu. Það er bara að því fyrst þá hann lemur hann og mér er alltaf ógíslegt þegar einhver lamin þó þessi feik og svo sýnt alveg svona högum og svona brott já, en það er ekki strax maður sér að berja og maður hugsa ekki sem þessi ok, ég fæ ekki að sjá þetta svo færði þetta er svona visceral hug svona klönkljóð en svo færði að sjá hausinn af Tony T sem var gangsterinn þá kemur svona blóð og eitthvað og það er ekki alltaf ógíslegt þegar það er berja í hausa í bíó og líka það bara kemur bara alveg sín hvað er það bara að gera það er bara þú veist að búin að drepa okkur báða bara þetta er bara crime boss bara skilur bara
En ef hann hefði ekki farið með honum inn á bát, það hefði kannski sloppið við þetta og getað farið með Gale til Bahamas. En svo var líka, sko, eins mikið hann langaði til að drepa hann fyrir þetta. Þá ákveður hann að drepa hann ekki, en hann ákveður að taka hann að byssukúlunar og byssunars. Og það líka svona eitt af mínum uppáhaldsatriðum, sko. Það ógeðslega töff. Út af því að hvernig það klift. Hann að labba út á sama tíma sonur Gaursins að labba inn í lögreglubúning. Já. Þú veist. Það ógeðslega flott hvernig það klift saman. Ógeðslega flott og bara tímasetningin líka. Út af því að hann að labba, þú veist, Gaurinn að labba inn, svo opnar hann hurðina, Champagne grípur byssuna. Adios, counselor. Já, þá hendur hann byssukúlunum í rusli. Það er svo töff skot líka. Þetta er svo töff skot og þetta er svo töff atrið, þú veist. Og þarna hugsaði maður, ok, Carlito, dríðu hún bara í burtu. Já. Dríðu bænum, skilur. Bara, þú veist, og hann fer aftur á barinn, skilur. Náði peningar. Þá eru þeir það, skilur. Þetta minnir... Og sest niður, með alltaf kúlíka atrið hann sest niður með þeim og tala við þá, skilur. Já, mafísuna. Já. Og þeir eru svona að reyna, þú veist, þeir eru að reyna að pleysa hann. Þeir eru að reyna að pleysa hann á botnum. Já, af því þeir vita ekki fyrir víst. Nei. Þannig þeir eru svona fiska. Einmitt. Þetta lokaðrið minnum á, og núna kemur með spoiler fyrir Heat. Það minnum svolítið endurleikin í Heat. Þegar að De Niro, Neil McCauley, hann á leiðandi flugvöll með kærstunni. Einmitt. Og allt í góðu. Hann á fullt af peningum og þeir var að byrja nýtt líf. En hann getur ekki hugsa sér að skilja Waingro, sveikaran. Einmitt. Af því hann veit hvað hann er. Já, verða að drepa hann. Þannig að þegar maður er að horfa á Carlito og maður er bara svona, þú er hann á lestinni. Einmitt. Eins og með, skilja hvað við, maður er bara svona, ekki gera þetta. Einmitt. Það verður þeirra að falli, bara drulla þér í burtu. Einmitt. En það er að segja bara stemdir til að bara falla. Já. Og það er svolítið eins og með hann í þessari mynd. Það er þetta eitthvað svona stolt, smá meðvirkni, smá loyal to a fault. Þetta er líka svona, ég hugsa líka sko alltaf þessi gaurar, þessi heimur er svo einfaldur. Þetta er bara svona einfaldur heimur, þú veist, þú ert bara annarkvæmst ertu þarna, eða ert drepinn eða eitthvað, skilur, svona, þú veist, eða þú svíkur eitthvað, þá ertu drepinn, skilur, það er alltaf stærsta móðgunin í öllu að vera svíkin eða eitthvað, sama hversu mikill ógeðslega durtur og ertu eða eitthvað, skilur. Já, alveg saman þú eigir skil að vera svíkin. Já, þú veist, bara, þú veist, fjöldamorningi og allt, skilur, það bara, ertu snitts, það djóka, það er bara að drepa hann 90 manns, já, þú ert ekki snitts, það er botnin. Það er botnin í öllu, sko, og mitt í Carlito Svei, sko, þá var mitt þegar Guzman svíkur hann, sko, þannig að þeirra, þú veist, það er líka óslega kúlatrið, lokatrið er óslega flott, út af því að þeir ná ekki að drepa hann, mafíósindir, og spoiler fyrir Carlito Svei, við vonum bara allir búin að sjá hana, að þú veist, þegar hann snýsi við, remember me, Benny Blanco from the Bronx, og bara plikk, þú veist. Já. Það er svo gætt atrið, að því að þú ert að horfa á þetta sem áhrandi. Já, og Guzman er með hann, sko, svo hleypur hann, þú veist, hann sveikan líka. Hann skýtur síðan Guzman. Já, einmitt. En það er bara svo töff að þú sem áhærandi, þú ert búin að gleyma Benny Blanco. Hann er ekkert búin að vera í myndinni. Ekkert búin að koma meira fyrir. Hann er ekkert búin að vera í smá tíma. Nei. Og svo ertu að horfa á þessum mafíus elta Carlito. Og Carlito er að drepa á í mjög spennandi einhverjum eltinguleik. Já. Og skýtur hann að feita görna. Já, skýtur hann í rúlstöðunum eitthvað. Og svo er sonur mafíubossans. Hann er særður. Hleypur eftir Carlito. Og þannig er maður ennþá bara, shit, Carlito ekki að fara að sleppa það? Svo löggur sem skjóta hann, einhverja öryggisverðir eða löggur á svæðinu, þeir skjóta mafíusónin, þá ert þú sem áhærandi bara eitthvað, hjúk, ok, Carlito sleppur, svo snýrir sig við, Benny Blanco. Og hann bara, remember me, þá ert þú líka áður að tekur í gikkin, þú veist bara, ágæti búið. Já, hún er að býða lestinni, hún er bara tilbúin í lestinni. Hann er núna að borga þá skuldirunni, að svo bara segja því þegar hann var dónaleg við hann eða bara hann við byssunni niður stigan. Og þá segir hann við Pachenga, sem er Louis Guzman, Guzman segir hey, drefum okkur, sorry Carlito, ég sveik þig, en hey, Benny, ég ekki drefa okkur. Hann bara, nei, you stay here, skýtur hann líka, sveik hann líka og hleypir sér eitthvað burtu. En þá er Gale hana, ófrísk, sem gerir þetta ennþá verra, ennþá sorgleira, og hann rétt inn í peningin alveg. Og svo flokkar myndin endar að fer á svona póster, stendur eitthvað Paradise eða eitthvað ánýtt. Og þau verður að dansa svona. Það er eitthvað svona, eins og sé eitthvað að dansa á eitthvað strönd. Svo fer það í svona hreyfingu, eins og sé hún að dansa eitthvað. Og ég vil meina það að hún hafa allavega fengið eitthvað smá happy ending. Já.
eignaðist að trúa því að hún Já. fari bara til Barbados eða Bahamas en þú vilt trúa því sem áhörandi að ég var allavega þar, mér var ekki sama ég vonaði svo innilega að hún fengi allavega gott líf af því að hún virtist lifa ágætis lífi svo kemur Galito aftur og hann bara umturði því það var líka svona alltaf eins og honum fannst hann eigi eitthvað sök á því sko, hvað þau komið fyrir hann og svona, veist, mann fannst svona eins og hann var alltaf með eitthvað svona hann með móral sko, veist, yfir að hafa farið og skilið hann eftir þarna og veist, hún þurfti að fara að gera þetta veist, og þegar þau voru saman, þá var hún í dansflokknum já, einmitt bara gekk eitt vel og svona og hún var alveg greinilega svona love of his life og hún virtist líka að vera mjög ástökin á honum og já, þetta svona það svona tvennt við hana sem að svolítið svona verður meira ábærandi eftir sem að sér hana oftar og það hún rómantísk ég held að fyrstur að sér hana þá hugsa þetta gangstermynd já svo þú svona horfa hana kannski einu sem tvisar aftur þá fyrst ertu fann að gera það grein fyrir þú veist, sambandunum milli þeirra og þetta svolítið, þú veist, og það svona deep layered mynd fyrst mér, sko það alls ekki neina fókus en samt alveg í fókus þegar þú ert svona fann að hugsa þessar myndina, sko. Já, það aðeins meir í húfi heldur bara í venlegri gangstermynd því ef það var ekki verið sambandið þeirra í myndinni þá þetta bara gamall gangster sem komið tilbaka og drepist já, einmitt og mér finnst bara allir vinklar í þessa mynd svo mikilvægir eins og Guzman vinkillinn og þú Sean Penn, þú veist útukókar virkaði allir tíma risamansjónir, skilur, algjörlega fyrstur svona lögfræðingur svo partí sem hann held á það, skilur og svona, sást hvað hann var eitthvað með vinalaus og astnalegur eitthvað með og bara og það er líka svo flott í partínu, eitthvað svona þvílíkt kókpartí, allir byrja þar bara eiginlega nærmynd, allir að sniffa kókain og gaman og eitthvað svo fer myndavélinn aðeins frá yfir á Pacino, hann út fyrir þetta með það líka svona flott visual að hann ekki lengur partur af þessu rugli. Hann var búinn, sko. Já, hann bara meira sem þegar hann var klubnu, þá var hann aldrei að djamma eða bara fullu fókus og bara fá peningin. Og hann líka með þetta svo skýrt markmið. Já. Að það svo auðvelt fyrir okkur sem áhorfendur að ég þoli ekki að vera að horfa á bíómyndir og ég bara hvað vill þessu gaur? Hvað er hann að gera? Hvert er hann að fara? Af hverju að horfa á þessa mynd? Þetta var svo skýrt markmið. Einfalt en samt skýrt. En líka það, hann ætlaði ekki bara náði pening. Nei. Það ekkert merkilegt út að vera sé bara ég þarf að safna $75,000. En mér finnst mjög merkilegt þegar fólk alltaf draumanu sína. Og það sem hann að gera. Draumur hans var að stofna einhverju bílalegu, kaupa sínu það með félagi sínum. Og það ekkert oft sem að sér það einhver svona gangstermyndum. Nei. Ég get líka alveg ímyndað mér, út að ég hef séð cinematic trailerin úr Galito Svei. Hann alls ekki góður. Þetta ekki góður trailer. Fyrst að gefa til kynna allt úr þessu mynd? Allt úr þessu mynd. Hann gefur til kynna að þetta sé romantísk mynd. Já, það? Já, hann mjög fókusar á það. Sko. Ég held kannski að vera meira þá gangster elementið. Nei, það náttúrulega meira, sko, í þeim trailer alltaf sem ég sá, það var svona meira svona romantic vibe feelingurinn, sko, og það stundum ég að horfa okkur svo gamla trailer af bíómyndum, ég veit ekki hvað það en ég hef stundu gert það, sko. Það oft hræðileg. Já, ég horfði, þú veist, trailer fyrir Thing daginn og Fly og finnir trailer, sko, og það sína óslega mikið, það sína eða bara alla myndina, sko. Já, þú meinar, mér finnst það hafa vestna af eitthvað, í dag ertu bara horfað í trailer og það bara næst í bara atrið fyrir atrið bara eitthvað og þú hugsa mér, ég er búin að sjá alla myndir á 2 mínútur. Það mitt. En já, þeir gera það kannski líka, ég er svo langt síðan að trailer fyrir gala myndir. En já, fyrir þennan trailer, þú veist, ég myndi var akkur þessi mynd var ekki stærri út af því að þetta bara það hefur bara verið erfitt að selja þetta. Já. Erfitt að selja eitthvað svona romans gangstermynd með Al Pacino. En hún drullu góð. Drullu góð. Ég bara elska hana þá, eftir allan tíma. Ég er búin að sjá hana ógeðslega oft og þetta svona myndir sem ég horfði alltaf á þegar ég var yngri, svona þegar ég var að fara að sofa. Annarkvort hún, eða Heat, eða Goodfellas, eitthvað svona. Setti ég svona tæki ef ég var eitthvað svona áttaröð með að sofna eitthvað, setti ég þær á svona og hafði svona... Þetta eru þínar feel-good-myndir. Já, þetta er það svolítið, sko. Svona, það bara líka, ég þekki það bara svolítið eins og vini mína, sko. Já, maður svona oft þegar maður er búin að horfa eitthvað ógeðslega oft það er svona gott að sitja í tækið og heyra bara röddina á fólkinu. Ég veit hvað, þetta. Svo feitir maður út. Já, en eitthvað svona lokaorð? Eða voru þetta lokaorðin? Bara geggjaða myndir? Geggjaða myndir. Ég skrifaði ekkert fyrir Galito Svei, ég var svo confident að ég bara vissi allt um hana. Já, mitt. Klúðraði strax hann með dollarana. En ég veit okkur að segja $25,000.
Það er sem að þarf þess að kaupa sín og skemmtist það. Einmitt. Það er svo ruglaðist. Ég ruglaðist. Þú ert löglega afsakaður. En bara æðisleg mynd og bara ef þið hafa ekki séð Kalitus Way, farið að sjá Kalitus Way. Þegar ég getur að segja eftir því, hún eldist ógeðslega vel. Hún gerir það og hún er ekki hallarsleg. Nei. Hún er bara ógeðslega góð, vel leikin, vel gerð. Ég man ekki til þetta tónlistin í henni, þannig hún satt svo sem ekki eftir. Hún er mjög fín og sérstaklega stefið í lokin. Stefið í lokin. Þetta er einhver, já, gott að stefið í lokin er ekki bara einhver svona mjög frægt lag. Það gæti verið. Ég man bara eftir svo þessari mynd. Ég man líka eftir því að hún hefur verið, þessi mynd hefur verið sampluð ansi oft í tónlist. Já, það getur verið. Hún var sampluð í lagi sem heitir Ceasefire, sem heitir Trickshot, þá samplaði þess að Here Comes the Pain, þá samplaði það allt. I heard of you, man. You've been running smack with Rolando. Þetta er bara Kalitus Way lag. Það er bara allt samplað. Svo kemur byrja lagið, þú veist bara takturinn. Og svo kemur aftur svona downtempo-kabli. Þá segir hann, Are you ready? Here comes the pain. Og þá kemur takturinn aftur inn í. Og það er töff. Já, þetta er geggjulega. Þú veist alveg hvað lag þetta er að heyra það, sko. Þetta er svona, og já, mér veist alltaf, ég held mikið upp á það lag. Sérstaklega út af þessu sampli í myndinni, sko. Já, ég hugsa að mín logo séu þau að það er mjög áhugavert að horfa á þessar myndir svona back to back. Scarface og Kalitus Way. Ég gera það reyndar oft. Ég hef gert þetta áður. Þá hef ég hort á Scarface og Kalitus Way. Reyndar nokkar á síðan ég gerði það. Það er gaman að sjá líka bara munin. Þetta eru svipaðar myndir, en samt rosalega ólíkar. Ég elska líka að ég geti hort á Scarface 30 ára setna. Já. Þú veist, í 40 ára setna. Já. Mér finnst það bara mikið vænt að þú veist að ég horfa á mynd og hún er ennþá bara geðveik. Það er bara mjög sjaldgæft. Ég hef hort á myndir sem ég þótti geðveikar. Þessar Predator 2. Bara ég hort á myndir sem ég finnst geðveikar, sem ég finnst bara, þegar ég horfa þar í dag, þá er það ekkert geðveikar. Nei, það sem líka svolítið skemmtilega þess að nýja tækni, ég hef bara horfað á hann í 4K. Og ég bara keypti hann á iTunes, 4K þar. Og ég keypti pakka, Scarface og Casino. Og það er gaman að sjá svona galamyndir. Þeir eru greinlega búin að fikta eitthvað í inni og hreinsa hana og svona. Gaman að sjá hvað það er lúkka enn þann dag í dag. Og hvað kvikmyndir sjálf eldist vel. Einmitt. Þannig að já, ég held að það sé mín logo bara brjálaðar myndir. Brjálaðar myndir og bara ógeðslega gaman að við sem að tala þær svona löngu setna. Algjörlega. Og ég held að þú veist, þó að Scarface segi alltaf eftir að lifa Kalitus Way af bara menningarlega síðan, þá þú veist, þá er þessa myndir bara jafna fyrir mér, svona relevantin að þeim, þær eru bara ólíkar en líkar að vissu leyti. Já. Og ég held bara að þú veist, þegar saman þó að mynd sé frá 1950 eða 60, eða þetta er quality bíómynd, velgerð, vel leikinn, þá lifa þessa myndir og ég horfði á Sting daginn með Redford og Paul Newman, geðveik mynd, hún er það bara geðveik og hún áttur að vera geðveik eftir 100 ár, þú veist, það er bara geðveik mynd og þú veist, það er svo gaman að þessu myndir, þegar maður sér svona ógeðslega vel gerða myndir og lagt allt í að búa þessu myndir til og mér finnst þetta vantað svolítið í dag. Þegar maður horfður á bíómyndir. Já, þetta er orðið rosalega mikið núna allir að keppast bara við eitthvað released dates og bara já, við verðum að klára þessu mynd, hún kemur út á næsta ári, sögumynd. Þarna voru gæja bara 2-3 ára búið til bíómyndir. Ég meina, ég held líka í gamla daga, þá voru þeir að pæla þess í þessu handritinu. Þeir voru ekkert að pæla herðu og það er einhverjum á 7. júlí. 7. júlí og verður að koma þá. Nei, núna er þetta bara þannig og svo bara eitthvað herðu en við hefum ekki handrit. Það er alltaf, ég er ekki bara með eitthvað. Svo byrja bara að taka upp. Getur ekki hringt í gaurið sem gerir Iron Man 3? Nákvæmlega. Herru, bara takk hérlega að koma. Takk svo vel leiðis. Takk fyrir að koma aftur. Og þú kemur aftur í 3. skipti. Heldur betur. Herru, bara við sjáumst í næstu viku, þið hérna sem er að hlusta eða horfa. Takk fyrir.